Velkomin, Brynjar. Takk fyrir að koma. Takk. Ertu hræddur? Nei, ég er hræddur smá, já. Já, hún hann fann. Já, nei, ég er bara búin að vera að fylgjast með svolítinn tíma og sjá hvernig það er verið að taka á þér og verða að segja, ég er dáist að því að þú standir í lappirna með þetta og heldur svo áfram. Það er nú ekki erfitt. Nei, þú, ég ætla að fá að byrja á því að spyrja það eins bara hvaðan þú kemur og hvenar, líf þitt byrjaði og hvernig. Já, Fættist. svo leiðilegt að svara svo leiðis en ég er úr Breiðholtinu. Já, Og uppalinn í Fellahverfinu, ok, þar sem ég er með klúbbinn minn í dag. já. Og hvernig var Fellahverfið þegar þú varst að alast upp? Það var svona barnadjöngul. Já, er það ekki svolítið þannig ennþá? Þetta er svolítið öðruvísi, sko. Krakkarnir voru svo mikið úti. Já, Það gerðist svo mikið úti, sko. já. Þú sagði mér ef allt sem er að gerast á netinu og allt þetta er allir bara komið út á rólu. Já, miklu heilbreiðara. Þetta er bara svona öðruvísi, sko. Já. Það var rosa mikið alls konar crazy stuff í gangi og ég er alltaf lýst þessu þannig, sko, annarkvort styrti þetta eða þetta svolítið brautig, sko. Já, Það var svolítið þannig, þú varst á svolítið krossgötum þegar þú fórst að nút. já. Og þú átt einhver sískinni, varstu aln upp með þeim, þau voru eitthvað eldri. Já, ég er alveg upp með systur minni, hún var svona fyrirmyndin mín, hún var svona hetjan mín. Já. Og hvernig var í grunnskóla, í hvað skóla varstu? Ég var í Fellaskóla og svo fyrir ég í Seljaskóla því ég er 12-13 ára. Og hvernig varstu sem nemandi? Já, sem nemandi? Já. Ég var sérstaklega nemandi, sko. Ég var með 10 eða ég féll. Það er sannlega því að ég er svo lesblindur, sko. Já. Ég er svona raungræna kall. En svo hafði ég líka rosa gaman af, ég er gaman af sögu og alls konar, en bara átti erfitt með að skrifa og svona. Já. Og svo fer maður að finna það, sko, að skilabóðin eru svolítið, þú ert, sko, latur og vittlaus og ég er kannski vittlaus, sko, en ég er ekki latur, sko. Nei. Og þetta er náttúrulega bara löngu fyrir þann tíma sem að menn fór að pæla í lesblindu. Já, það hefur ekkert verið greint fyrir en setna, eða? Nei, ég er 25 ára því ég Já. sé einhverja bók sem að heitir Náðargáfan lesblinda. Já, einmitt. Já. Og ég hef ekkert viljað að þetta væri öðruvísi, sko, því að þetta var svo erfitt, það var svo mikið pain, sko, og það svona píndi mann til að gera hluti sem að ég nýt góðs af í dag. Þannig ég myndi ekki vilja skipta á þessu, sko. Nei. Og varstu þægur í kennslustundum? Ég held ekki. Nei. Ég vona að sonur minn sé ekki að horfa á þetta. Jú. Ég var ekki svona beint típan sem að sendi skólastjórans eða eitthvað svona, að ég var eitthvað óþekkur eða eitthvað. Nei, varstu ekki að trufla? Örugglega. Já. En Þetta er svolítið blörra, sko. Já. Ég man eftir einhverjum tíma, sko, það sem var eitthvað að vera kvart undan mér. Svo man ég líka eftir tíma það sem ég var alveg locked in, sko. En það voru svona ákveðin skeið. Já. Og varstu að æfa íþróttir? Já. Ég er náttúrulega að byrja í fótbolta í Leikni. Þetta var bara allt svo frumstætt og lélegt, sko. Ég gerði aldrei greina minn á því. Það var svolítið áhugavert, sko. Við vorum að spila fótbolta þarna út á Leiknisvelli og við erum bara að spila fótbolta og svo mætir einhver þjálfari og þá bara verið að dæma leikinn, svo fer hann og við höldum áfram að spila fótbolta. Þannig svona blörrið á milli þess hvort maður var á æfingu eða bara að spila var ekki neitt. Nei. Svo bara allt í hennu var eitthvað, nú erum við komin í búning og svo vorum við eitthvað að spila og svo heldum við bara áfram að spila. En svo fór ég í körfubolta því ég var 9 ára. Já. Því að gamli leikfimiskennari minn Sigvaldi Ingimundarson var svona rekrút okkur strákana, var sem sagt að þjálfa körfu og var leikfimiskennari svo oft er. Og það var ekkert aftur snúið. Varstu að keppa í körfu í mörg ára? Já, þá til ég eitthvað 24 slús. Já. Og hvað gerist svo eftir grunnskóla? Þú fórstu í framhaldsnám? Ég fyrir Bandaríkjanna í hæskóla.
Já, á styrkaða. Nei, sko, þú ert í high school, þá ertu í svona, það ekki eins og háskólanir. Hvernig komstu þangað? Eða þú veist, Ég bara höslaði mig út. Ég var að spila með úlingalandsliði og það var aðstofaþjálfari og svona ákveði tenging til Bandaríkjanna frá einhverjum þjálfurum sem voru að koma að þjálfa. Og ég fór til einhvers þjálfari að spura hvort hann þekkti einhvern og þá var hann þegar búinn að hafa mig huga með þegar hjálp mér að koma út. Þetta var mjög áhugavert. Þannig að þú fórst þá bara 16-17 ára? Já. Og skiptir rosa miklu máli sko, því að ég var mjög svona óagaður svona körfubolta leikmaður á allan hátt og lendi þarna í svona kaþólskum einkaskóla. Já. Ég hafði mjög gott af því. Já, hvar var þetta í Bandaríkjunum? Þetta var í þetta heitir Quad Cities, þetta er borg sem er bæði Illinois og Iowa. Ég var reyndar Iowa megin þar sem ég bjó. Þetta er svona einhverja 2 tíma frá Chicago. Já. Og varstu bara á einhverju svona dormi eða hvernig? Nei, ég bara fekk svona host family, svona fjölskyldu, bara gekk mér í stað fjölskyldu og bara sá mig. Og hvað fannst foreldriðinum þetta og að fara til Ameríku svona ungur? Ég held að þetta var bara minn draumur, sko. Já. Og hvað varstu lengi í Ameríku? Sko, ég er hérna í ár og svo kem ég heim og svo fer ég aftur í háskóla og er þar í 1 ár og svona þróa með mig brjósklos sem að svona eiginlega svona var svolítið the end of it, sko. Já. Ég var reyndar að ná mér dálítið góðum, sko, þegar ég ákvað að hætta þessu. En þá er ég að stofna fyrirtæki, sem 24 ára. Já. Og svona, já, ég var svona búin að sjá það að þetta, mér leið alltaf svolítið svona eins og ég hefði verið svikin, sko. Ég var svolítið búin að missa af lestinni, sko. Já. Af hverju? Mér fannst ég bara ekki nógu góður og mér fannst svona staðirnir þar sem ég hef alltaf haft mest gaman af bara að bæta mig og fá góða þjálfun og verið svona umhverfið sem mér líður eins og það sé einhver svona virðisaukning og það er bara nákvæmlega sem ég er alltaf að reyna að gera fyrir krakkana mína, sko. Já. En hvaða fyrirtæki stofnaður 24? Þetta er hugbúnaðarfyrirtæki sem heitir Sideline Sports og hugbúnaðurinn heitir XPS Network. Já. Það eru margir foreldrar sem að kannast það. Hvað er það? Þetta er bara þjálfunarhugbúnaður. Þetta er svona per excellence. Þetta er rosalegt plattform. Þetta er bara, já, þú getur skipulagt bara allt sem við kemur, bara þjálfun, styrktarþjálfun, mælingar, þú veist, alls konar analýsa, leikreiningar, teikniforrit. Varst að læra eitthvað svona tengt í háskóla? Nei. Ég kunni ekki á tölvu þegar ég stofnaði þetta fyrirtæki með vinum mínum, sko. Nei. Og hvenær komstu svo heim? Hvenær kom ég heim? Já, ég hef verið eitthvað 23, 24, eitthvað svoleiðis. Og fer beint í þetta. Fer að þjálfa, sko, og stofnaði þetta fyrirtæki og fer svo bara, flytt svo bara erlendis og er bara í rekstri og aðalega sölu, sko, og svona ráðgjöf í fleiri ár. Hvar bjóstu þá? Ég fór fyrst til Bretlands og það átti ekki vel við mig, þannig að ég var bara að fara að hengja mig hann í Bretlandi, urban svona jungle og fíla Bretan, fíla ekki menninguna og alltaf svolítið kani, sko, og allir sögðu við mig, sko, það meikar það enginn í Bandaríkjunum, en það er svolítið minn heimamarkað, sko. Alltaf þegar ég mæti til Bandaríkjunum líður mér alltaf eins og sé heima hjá mér, sko. Já. Það finnst ég engin skrítin þar. Nei, það er engin skrítin í Bandaríkjunum. Ég veit. Það má vera alls konar þar. Það má vera alls konar. Og þú mátt vera mjög metnaðarfullur þar líka. Já. Það er ekki að stoppa þig þar. Nei. Og hvað, ertu ennþá í samskipti við þessa fjölskyldu sem þú bjóst hjá? Já. Eru þau líta á því bara sem son sinn? Já. Þetta er fallegt samband. Já. En eins og með... Þetta er svolítið sískinn mín, sko. Já. En foreldræni þetta, þú veist, varstu alin upp á ströngu heimili? Þú sem bara ekkert fara út í það, sko. Nei. Ég er bara svona velta fyrir mér hvaðan svona... Bara svona annara vegna, sko. Já.
ok. Já, hérna, ok, Sló ég út af laginu. já, smá. Já. En, ok, hvað gerist svo þegar þú ert komin heim, ertu eins og með konuna þína, hvernig kynst henni? Hvernig kynst ég Elnu? Heyrðu, ég var að fara að spila körfubolta á Akranesi og og það var The Love Boat. Hann sildi á milli Reykjavíkur og Akranes. Já. Þú veist hvað bátu það er? Nei, Akraborg. Akraborgi. Loveboat. The Love Boat. Og hún var bara að vinna í sjoppunni. Já. Og þú sást hana þar? Já, ég sá hana þar og og svo hjólaði ég á hana. Viljandi? Nei, við mættumst fyrir hot. Ok. Það er gott sko. Já. Og hvað varstu gammal þá? Það bara fýðluð að spila undir þetta allt saman þegar ég fer að útskýra þetta sko. Ég sé það að þetta hlýjar þér hjartar. Já, þetta hlýjar hjartar. Og hvað varstu gammal þegar þið byrjuðu saman? Ég var hvort ég var að verða 21. Já, ok. Já. Ok, og þið byrjuðu saman það leitið það? Já, bara það var einhver mánuður. Já. Tilhugalíf. Ok. Langi sandur. Já. Og svona. Já. Rómó. Mjög rómó. Sko. Já. Hvernig týpa er hún? Hvernig týpa er Helena? Já. Hún má ekki neitt sjá. Nei. Skulum orða það þannig. Já. Og það er smá uppfærsla í stelpunni, sko. Já. Nákvæmlega núna, sko. Ég var svo ánægð með hana í þessum leðjuslag núna, sko, því að henni er alltaf fundist þetta svo erfitt, sko, því að það er allir að vera góðir og everybody love everybody, sko. ELI. En ég hef aldrei séð hana jafn svona staðfasta og núna. Já. Og svona, þú veist, það er eitt að vita hvernig átt að bregðast við og svona réttlætiskennd og allt þetta. Og svo er annað að vera með svona tilfinningalega heimild. Já. Þú veist hvað ég meina? Já. Þú veist, það er svona þegar geðshræringarnar eru bara komnar með. Þú veist, því að þetta er einn heili en þetta eru tveir hugar. Já. Þú veist, og það er þessi rökhugsun og þetta svona skiluru og svo er þessi emotional partur, sko, og þegar þetta fyrir að læna svolítið saman, þá ertu komin svolítið góðan stað, sko. Þannig að ef að einhver hefur svona í kringum mig hefur grætt á þessu, sko, þá er það bara hún í dag, sko. Já. Þú sér hún alltaf líka bara dóttur mína alveg svoleiðis eflast í öllu þessu mótlæti og læra allt sem hún er búin að læra í gegnum þetta og það er bara keppniskap í henni og hún ætlar ekkert að láta hana stinga sig af, sko. Og heyrðu þið að því að þú byrjar eða hún byrjaði að æfa með stjörnun eða ekki? Í fyrst? Já. Jú, við sem sagt búum og bjöggum í Garðabæ. Já. Og það voru fyrirhandi leikmenn mínir sem voru að þjálfa þar. Og hún valdi körfubolta. Já. Og þá bara 8 ára eða? Já, held og reyndan hafa eitthvað verið svona að byrja að leika sér 7 ára. Já. En svona, já, fór svona fyrstu æfingarnar 8 ára. Og búið ennþá í Garðabæ? Já. Ok, hvernig er það? Hvernig er Garðabærin? Já. Garðabærin er mjög svona homogeneous, sko, svona þetta einsleitur að mjög mörgu leiti og sko, maður þarf eiginlega bara að lýsa þessu, sko, mér finnst alltaf best að lýsa þessu í kontrastinu við það þegar þú ferð upp í Efra-Breiðholt. Ég segi þetta alltaf, sko, ég er bara 5 mínútur frá bæjarmörkunum Garðabær upp í 111 og munurinn er bara alltaf það, sko, að þegar ég er í 111 þá mæta engir foreldrar að horfa á æfingar, sko. Nei. Af hverju er það? Það er bara, fólk hefur greinilega bara meira að gera. Já. Og svona let the players play, sko. Það er bara krökkunum svolítið að spila. Ég væri alveg til í að sjá aðeins meira, sko. Þú veist, og það er alltaf einhver inn í salnum, sko. Það er náttúrulega alltaf þannig, sko. Þegar þú ert í Garðabænu, sko, þá er alveg bara þétt setna raðirnar. Og svona mikið verið að reyndar gerir það enginn við mig eftir smá tíma en svona til að byrja með þá svona mikið verið að hringi í þig og fólk er að vasast í einhverjum málum og skipta sér af einhverju og það er ekkert endilega slæmt, sko, en þú þarft að vera alveg grjótharður síðan við
sko yfir stjettina sem að mætir í þarna sko. Þetta er svolítið fólki sem ræður í Íslandi sem býr þarna sko. Já, ég veit það. Já, þannig að þú veist, maður þarf stundum að aðeins að alfa sig í gang þegar maður ætlar að ekki missa tökin á einhverju svona, þetta var rosalegt sko, hérna, einn hópurinn síðan með þarna sko, þetta var engin smá fórstjóra súpan og allir hámenntaður og sprenglaðir og svona fullt af liði sem er fullt af sjálfu sér sko. Já. Þetta hentaði mér mjög vel. Já, þú geta... Ég var akkurat það sem þetta lið þurfti sko. Já, en vissið það ekki, það vissið það örugglega ekki. Nei. Og hvað, varstu sem sagt eitthvað að þjálfa í Stjörnunni eða fórstu aldrei í það? Jú, við byrjum þar. Já. Við vorum sem sagt 2 ár þar. Já. Og varst þú að þjálfa hana? Já, svo það komið fram sko, það alltaf talað sko, ég hef verið rekinn úr Stjörnunni sko, ég var sko ekki rekinn úr Stjörnunni. Nei. Ég fer úr Stjörnunni. Já. Og það var vegnast að það kom ákveðið moment þar sem að stelpurna voru komnar ákveðilega verið, þetta voru það 20 eitthvað stelpur, eitthvað svo leys. Og á svona 1/5 af þeim ætlaði ekki að gefa sig alla í þetta sko. Nei. Sem voru alveg heilar 3 til 4 æfingar í viku og æfa sig heima að drippla í 10 mínútur á dag. Og svo mæti ég þarna og ég segi sko, ég vil bara hafa aga og kröfur að þessu leiti. Og þá byrjar þetta, þessu stuttinni var að tala um þetta hjá Frostaðina sko, en þá byrjar þetta sko að hérna stelpur eru í boltafrýr vinkonur sínar og eru áttu að því Brynjar. Og ég var ekki þar. Nei. Og ég sagði bara sko, ok, þá bara höfum því ég vildi hafa hóp sem væri bara svona, þú veist, að hafa gaman sem enginn nennir, en það er bara ágætt að fólk fá að pröfa það og svo hóp sem ætlar að vera þarna til þess að auka virðið sitt og ég var bara búin að ákveða það sko, því að ég var búin að þjálfa stráka svo lengi og svo stíg ég inn í stelpu heimana og mér bara fjallist hendur, mér fannst þetta svo mikið vanvirðing á svo margan hátt að ég hugsaði bara, ég get ekki setið hjá og það er það sem ég á svo óbúslega erfitt með að skilja er hvað eru, og það er ástæðan líka fyrir að margir foreldrar eru drullu fúlir út í mig sko, því að þeir eru bara með skýta samviskubit yfir því að hafa börnin sín, þau eru bara svo illa valdeld að þau hafa börnin sín inn í umhverfi sem er bara ekki gott. Þetta er bara ekki að auka virði þessara barna sko, og þessara stúlna sko. Og það er bara sem að fólk fattar ekki sko. Og svo er allir bara, hvernig er við að breyta þessu? Svo vill bara þannig til að ég er rétti maðurinn fyrir þetta og ég átta mig á því og ég hugsa með mér sko, já, þetta verður kannski pingu shit show. Ég ger mig grein fyrir því í byrjun. Já. En þetta er beyond wildest dream sem hefur gerst sko. Sem segir eiginlega bara það að þá er ennþá meiri þörf á þessu sko. Þú getur ekki farið inn í einhverja jafnréttisbaráttu og sagt að það er rosalega þörf á þessu og ætla síðan til þess að allir séu bara rosalega ánægir. Það væri rosalega paradox að stilla því þannig upp. Já. Og hvernig vanvirðing fannst þér þetta að vera gagnvart stelpunum? Bara á allan hátt. Bara sem getur hugsað þér. Á þeim tíma var reyndar það var svona ákveðin vakning með að þú gast ekki bleitantli bara sett stelpunar á verri tíma. En það voru miklu verri þjálfarar. Já. Og ef það komu inn góðir þjálfarar þá gáðu þeir alveg rosalega afslátt. Þú veist. Að þetta eru stelpur. Að þetta eru stelpur og þetta eru foreldrar þessar stúlkna líka. Það má aldrei gleyma því sko. Þetta er allt, það er svo, sko, kúltúrin á svo erfitt með svo margt í því þegar að, sko, það er bara svo áhugavert að labba inn og alltaf þjálfa stelpurinn sem maður þjálfa stráka. Þá rekst á kúltúrin og þá sérðu hvað friksjónið byrjar. En þú varst að segja hvað það var sem ég sá í þessu. Svo sá ég náttúrulega líka þetta var svo margt, þegar við til dæmis ákveðum að spila við stráka. Já. Það var magna, þegar strákarnir mættu stelpunum í fyrsta skipti, það voru fyrstu viðbrögð hjá þeim að hlæja þeim. Okay. Og ég gleymi ekki því ég sá þetta fyrst, ég sagði bara, vá, hvern fyrirlitningin byrjar snemma í þessu. Já. Mér fannst þetta alveg magnað að upplifa þetta. Já. Og svo var ég með stelpur í einhver svona þjálfaraskóla
það sem ég langaði svona, þú veist, ég ætlaði að gefa stelpunum, að því að sko ég var bara að fara í einhverja vegferð, ég sagði bara auka virðið á þessum kvennabolta og auðvitað þurfum við að fá hérna, betri þjálfar inn í þetta líka og svona og ég var með stelpur sem voru með mér að þjálfa og þegar ég var með svona einhverja bóklega tíma þá fóru bara einhverja 6 vikur í að tala perraskap og vanvirðingu og ég var bara, ég átti ekki orð. Nei. Og þá fattaði ég það og þetta það sem að gerist í svona kvennakúltúr sko það að þú ert komin svona undir yfirborðið og svona inn í strauminn að þá fyrir að heyra sögurnar sko. Já. Og svona eins mikið og ég get verið one of the girls einhvern veginn að þá fer ég svona þess að átta með bara svona já ok, þannig að þær eru allar að tala sín á milli en enginn þorir að taka pláss, láti sér heyra þú veist, taka hana sjens, taka hana fæt og allan tíman er ég bara að hugsa sko glætan að dóttir mín verði þarna það er bara ekki að fara að gerast. Nei. Perraskap, þá meinaru frá bara fullorðnum já, þú veist, allt frá því bara að vera að sko landsliðsþjálfarar að bjóða stelpum í einhverjum samkomum upp á hótelherbyggi þú veist, þjálfari stúlknana í alls konar óviðendi snertingar í alls konar SMS og skilaboð eftir klukkan 12 óviðendi, alls konar viðreynslur já, bara svona komment og bla 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 og það sem að hérna það sem ég held til dæmis sko að því að nú hef ég bara, ég upplifði það að ég fá ekki alveg feminisman með mér í þetta Nei. og það er einhvern veginn vegna þess að ég hef og vil taka grjóthart á þessu en á sama tíma þá langar mig að stelpunar mínar séu svarhæfar í þessum aðstæðum og ég sko í lang flestum aðstæðunum sko sem að við vorum að tala sérstaklega sem kemur á svona áreitni og perraskap og svo leiðis þá vil ég að dóttir mín sé svarhæf í þeim aðstæðum og klári það með sjálf þurfu enga aðstofi það og það virðist ekki vera rosa mikið í tísku að valdefla stelpur að því leiti að því að mér finnst að stelpur séu allt og mikið sko einu fyrirmyndirna sem þær hafa í öllu þessu að það er hérna það eru þeir sem að sko henda út fórnalamb spilinu og ég neita sjálfur alltaf að vera fórnalamb og þess vegna neitaði ég alltaf að dóttir mín verði eitthvað fórnalamb en hún það er alltaf að brjóta á henni en það er alltaf verið að brjóta á okkur skilur og þetta er svo mikið val sem þú hefur sko og svo þegar ég segi við stelpunum mínar sko bara þetta er bara mikið gæfa að fá þessi verkefni í hendurnar vegna þess að það er bara svona hluti sem gerir ykkur sterkar sko ef það væri ekki þetta þá þyrftu þið bara að finna ykkur eitthvað annað sko þannig að þetta er svona, það er svona ég mantran mín alltaf til stúlknana minna hefur alltaf verið ekki óskað þess að verkefni væri auðveldara óskað þess að þú værir betri og þú værir sterkari það er svona bara tökum öll þessi verkefni og bara verðum nógu góð til þess að geta taklað þetta sjálf Þannig að sem að ég hef sko skynjað þegar ég hef verið að horfa á... Ég var í gufu, ég er svo slakur, ég var hérna fyrir 4 dögum síðan og ég var alveg bara, það var eldur út úr eyrunum á mér. Þú hefur þessi svona róandi áhrif á mér. Já, en mér finnst bara svona, mér finnst svo skrítið að því að þú ert í raun og veru feministi. Já. Og það, ef að fólk hlustar á þig, að þá kemst það að því. En ég held að fólk sjáu ekki alveg... Ég er auðsokka. Já, af því að þú veist, ég veit alveg hvort að tala maður hefur einhvern veginn sem stelpa og sem kona, þú veist, alla tíð verið einhvern veginn áreittur eða svona alls konar komment sem maður hefur bara svona, þú veist, þurft að hérna, já, þola og ég er ekki þannig típa, ég er alveg upp þannig að þú veist, það er enginn að fara að gera hlutina fyrir, þú ert bara að gera það sjálf og þú ert bara að vera sterk, þú veist, og ég er bara alveg þannig upp. Þannig að ég hef klagað svona hluti og
manneskjan var rekin á staðnum sem áreitti mig, sko. Mhm. Og það alveg erfitt, þú veist, að fara í þann pakka að vera bara að segja frá. Fannst þér ekki valdeflandi að gera það? Jú, Já. en það var bara, en samt fær maður svona bara samvinskupið, sko. En það alltaf einhvern veginn byggt í okkur konur að vera sætar og láta lítið fyrir okkur fara og og samt viljum við, þú veist, láta taka marka á okkur, sko. Og mér finnst það svona, já, að mér finnst að fyrir taugarnar á mér þegar að konur að fara upp á móti einhverjum sem að vinna með konum og stelpum, skilur við. Það fyrir taugarnar á mér að þú ert að í raun og veru að hjálpa þessum stelpum vera sterkari karakterar. En það eitthvað no-no, þú veist. Mér finnst þetta búið að vera svolítið áberandi, finnst mér eftir að þessar konur tóku við ríkisstjórninni. Að það var bara svona hvað, þú veist, einhver kettlingar, þú veist, ég hef heyrt þetta svo oft. Hún er svo óþólandi, þessi Kristrún og hvernig hún talar og þú veist, eitthvað svona. Og ég hún óþólandi eða þetta bara því hún kona? Þú veist, það rosa margir sem að ég veit og bara nálægt mér sem að bara láta konur sem láta í sér heyra fara í taugarnar á sér. Svo líka sérstakt, það sem mjög svo sérstakt, sko, það það þegar konur upplifa sterkar konur hliðina á sér, hvað það, hvað ég hef fundið það eins og til dæmis inn í körfuboltahreyfingunni. Það sko, það ég get talið á höndum annara handar, fyrirrandi, þú veist, leikmenn sem hafa lýst til dæmis bara velþóknun sinni á því sem Aþena að gera eða því sem að stelpurnar mínar að gera. Og það sjá það allir, sko, þegar stelpurnar mínar eru, þú veist, 12 ára gamlar. Mér svo skrítið að fólk vil ekki vita meira það hvernig þessar stelpur komust á þetta level að vera svona grjótharðar. 12 ára gamlar. Þetta ekkert smá uppeldi sem það fengu, sko. Og í staðin fyrir það að fólk segir bara, ok, áður við dæmum hann að vera, að því að, sko, ég var sakaður lengi vel að, og þetta hefur verið sagt, sko, alltaf þegar kona gerir eitthvað meirútt þá hlýtur að vera kalla bakvið það, sko. En málið bara þetta, sko, ég hef ekki þennan kraft að illustrata þetta sem að stelpurnar voru byrjar að finna upp hjá sjálfum sér og það sem við gerðu í þessu medalíudroppi sko, og það sem mér alltaf þótt svo leiðilegt með þetta hækkum rána lið, sko, var bara, það var svo margt, sko, það var bara, fyrsta lega náttúrulega bara hvernig var komið sem sagt fram með þær og það bara svona að mörgu leiti bara eins og komið fram við konur og hvernig það voru kýldar niður og hvernig margir af þeirra, sko, nánasta fólki beygði sig undir pressuna í samfélaginu, sko. Já. Og ég man alltaf eftir þessu, sko, ég hugsaði bara svona, sko, þegar maður talar kúltúr, þá var maður að tala sko, meðatal gildismat einstaklingar sem mynda hópin, sko. Þú veist, og þetta ansi stór hópur. Já. Og ég upplifi þetta alltaf sem öfl, þetta bara svona afl. Þú ert ekki beint að díla við einhvern einstakling og það ert einhvern veginn að takast á við kúltúrin sjálfan. Þess vegna var svo áhugavert það sem að gerast til dæmis núna þegar það var þetta paradigm shift sem þurfti, þú veist, að því að það er ákveðin hlutir sem ég gerði til þess að opna á hatrið og leyfa því að grasserast og til þess síðan að ná í gegn, þá þurfti sko anstigðin og hatrið að fara á svo hátt level að þú gætir síðan komið með ákveði statement sem varunum er ekkert annað heldur en að sína fram á sko tvískinnungsháttin í þessu og það er það sem er til dæmis erfitt þegar maður er að díla við þetta sko þess að kalla heima og síðan þess að kvenna heima að það er bara rosalega mikið af fólki sem býr bara í einhverju búblu. Já. Þú veist, það sem gerðist hjá mér var einfallega það að þú veist, ég hafði svo skýrt viðmið. Það var ekki eitthvað svona brengla viðmiði mitt sem var eitthvað, þú veist, það er fullt af foreldurum sem að, þú veist, mætti og horfðu á mig þjálfa stelpunum sínar og þau höfðu ekkert viðmið hvernig það var strákamegin. En ef þau höfðu síðan mætt strákamegin og séð hvernig, ja, til dæmis bara attitútið og harkan og allt þetta er, þá hefðu það lent svo vel bara inn í sálinu þeirra sem að segir bara,
þú veist, og þá fer maður að sjá hver raungildi fólks eru, að það bara má gera kröfur á stráka. Já. Og strákar eiga að vera sterkir. Já. Og þú veist, þeir eiga að fara til leið, en þið stelpurnar ekki, hver vill giftast óþekkri konu? Hver vill giftast einhverju skassi? Á skassi. Já. Það það. Hver vill giftast einhverju frekju? Vertu sæt, hrúð, þegiðu, skilurðu, og know your place, sko. Ekki vera að stela þrumunni, eitthvað. Nei, menna, þetta grínast. En ég líka hugsa, sko, ef að þú er kona. Já, er þetta allt öðruvísi. Allt öðruvísi. Já, ég var í hetja. Þú er algjör hetja, Já. valkyrja. Valkyrja. Jafnvel. Já. Og það er hérna, mér finnst þetta svo útrúlega spes og ég hef alveg séð, þú veist, eins og hvernig fólk er að tala og talandi að hérna, að brjóta þær niður. Bara svo auðvöld að hitta þær eru svo, þú veist já, svona meðal íslensku kallmaður, hann er bara í vandræðum ef hann ætlar að giftast þessum stelpum, sko. Já. Skilurðu mig? Það er bara alltaf leið. Það er bara þannig. He got his handful. Já, og þú, hvað ár var það sem að þið fóruð á stað með hérna Aþenu? Það var bara mánuð eftir medalíu droppið. Já. Þess að það er droppað 19. maí og Aþena er stofnuð 19. júní, hvenær daginn. Já, cool. Og var þetta medalíu dropp? Af því ég fann ekkert neitt það nema að það er í myndinni, það ekki? Vissur af því fyrirfram? Já. Það er alltaf að gera. Já, og ég hef sagt þessa sögu áður, en þetta er örugglega annað grát. Þetta er þess að þannig að, svo ég svona skauti yfir þetta, og var þetta þess að þannig að stelpunar urðu mjög góðar, mjög hratt og þeim vantaði samkeppni og ég var alltaf að leita bara betri samkeppni sem að gæti líka bara svona örfaðar, gefið þeim svona þar sem að getur verið að stela svolítið við með honum. Og það var annarkvort að fara að spila á móti eldri stelpum sem við gerðum og eða spila á móti strákum. Og ég vildi alltaf spila á móti strákunum af því að hefur við spilað á móti eldri stelpunum þá bara svona pökku þær í vörn og notuðu bara stærðina yfirburðina þar og þær þurftu bara eitthvað að skjóta yfir þær en strákarnir, þeir bara mættu þeim út allan völl og voru að pressa þær sko með boltan og þá verður þau svo góð og lærir þau svona að vinna undir þessari pressu. Ég sagði bara, já það er ekki ekki og byrjaði að mæta með þær inn í mót sem er ekki að við höfum sko, sem er ekki svona þessi skipulögðu mót sem félagin halda og þá er það sem sagt 8 og 9 ára og byrja strax að vinna strákaliðin og það var bara meira en gúltinu þóldi og það sem ég fannst alltaf svo sérstakt var það voru aldrei feður sem komið til mig brjálæðir en það voru mæður sem komið til mig með froð út í munninum sko. Mæður þá kalla strákana? Já, af því að þeir náttúrulega hlóaði þeim þeir sá henni byrjun og svo grétuður aldrei meira og ég hugsaði bara, vá þannig að sem sagt móðirinn í staðan fyrir að hún segi bara, akkur þetta gráta, þú veist að tapa fyrir íþróttaliði, skilur. Nei, ég var að tapa fyrir stelpu. Já. Og svo var þetta rosa áhugavert að sjá það sko að fyrst reyndu allir að tala að þær voru svo grófar. Og ég bara svona, ok. Svo þegar það var ekki vinsælt, að því að þarna ertu bara farin að ráðast á stelpunar sko, að þá var strax farið að segja því að ég var orðin svo intense með þær. Þú veist, þær voru orðin svo sterkar, þær voru orðin svo flottar, þær skildu svo mikið, þær grenjuðu svo lítið, þú veist, þær voru að læra að hugga sjálfan sig og svona stýra sínu geðsræringum á hátt sem bara þú hefur ekki séð. En það, þú veist, ég veist að 20-30% af tímanum okkar hafi bara verið bara karate coaching að undirbúa þær fyrir leikina, þær skildu allan skrattan. Og og svo er það semst þannig að þetta verður bara rosalegt bíf og mömmunar margar alveg brjálaðar yfir því að við skilum bara fá að vera þarna og litli prinsinn sé bara niðurlægður að þessari óæðri veru. Þetta er svakalegt sko og ég held bara að það sæðu þetta allir sko. Nei, svo byrja að koma á mig alls konar ásakanir og svo er ég náttúrulega líka í einhverju svona biffi við náttúrulega nokkra foreldra að mér veist ekkert áhugaverðar heldur en að fá inn einhver svona kvíðastelpu og rífa hann upp sko. Ég er snillingur í því sko. Ég er með the magic touch sko. Hvernig gerir það? Sko,
og ég á eftir að halda áfram sko. Ég gerir þetta stundum svona podcastum, þetta svona sæðröð, það ekkit annað heldur en í raun og veru það að sko valdeflingin gengur náttúrulega út á það að sko kvíði ekkit annað heldur en bilið á milli krafana sem þú gerir á sjálfa þig og standard sem þú setur eða markmiðina sem þú ert að setja. Þannig að besta leiðin til þess að búa til vanmat, kvíða, þú veist, að hafa mikla þekkingu, mikla löngun en enga færni. Þetta gengur rosalega mikið út á það að keyra upp færnina og hún þarf að vera náttúrulega körfuboltalega séð og þarf fá það náttúrulega bara strax, þannig að það hjálpar rosalega til. Og svo það líka raun og veru bara svona ákveðin færni sem hefur bara með svona mental partin að gera, þú veist, og það alls konar undirkategóriu þar, siðferði og svo bara svona alls konar svona leiðtógaþjálfun sem náttúrulega byrjar á því að þú þarft að vera lítir í þínu eigin lífi og þegar að ég síðan að takast á við stelpunar í ákveðnum svona kvíða, þá skiptir rosalega miklu máli til dæmis að ég þarf að hafa þessa heimild að ég hafi trú á þér að þú ert 9 ára með titrandi neðrivör og ég kem aldrei fram við þig eins og sért lítið blóm og þetta byrjar bara þar, ég bara horfi í auguna þér og þú tengir bara við mig og þú sér bara að ég hef trú að þér og þegar þú grætur þá ég ekkert að endilega spekla það. Ég fer ekkert að það level með þér. Ég þetta, greið. Ég bara, við erum bara að fara að gera þetta og þú bara getur þetta og það allt í lagi að gráta. Þú mátt gráta, við ætlum bara að halda áfram. Þú þarft að vera þolinmóður og keyra þetta í gang og svo bara nota maður eitthvað svona eins og bara fyrsta skipti sem einhver heldur hann geti ekki eitthvað að dribla 2 bolta, þetta svona klassist, kemur hann á æfingu og þá sér alltaf rosa góða með 2 bolta í einu og svo segir bara mamman, hann var allir rosalega góður hérna, ég segi, neða, tekur svona 3 mánuði og svo það bara keyrt í gegn og krakkin verður að fá sko trúna lánaða hjá fólkinni kringu sig. Svo þegar þú nærð þessu og getur þetta, þá ertu komið á ákveðin referens sem bara þessi næst þegar þú átt að gera eitthvað sem erfitt og þá segir maður bara, var það ekki það sem að þú sagðir hérna þegar þú gast ekki gert tveggjafóltaðingarnar og þá ertu farin að vinna þér inn svona ákveðna heimild og svo þetta bara svona og svo þetta líka bara þetta svo gerast alls konar hlutir, ekkert endilega eins og þú vilt þeir gerist í réttri röð þú þarft að vera endalaust tilbúin síðan með sko kennslu í öllum þeim leksíum sem verða til bara í þessari mannlegu flóru sem bara einhverjir öfundsjúkur, einhver missir kúlið, einhver upplifir óréttlæti, einhver missir sjálfstraustið, liði tapar og allir eru down og liði vinnur og allir eru ofullir að sjálfum sér og þú þarf bara að mæta þarna bara svo Aristoteles bara með sko, heimspekiskólan og bara læsíum og þú þarf bara að taka utan hópin og vera bara alltaf að kenna fólki að prósessa það það sem að tráma ekkert annað heldur en bara reynsla sem þú upplifur og getur ekki prósessað þannig að ef þú ert ekki með heimspekikennsluna og verkfærin og allt þetta og nota bene, bara svo það sé sagt þetta það eina sem ég hef áhuga á ég fjandans engan áhuga á greininni sem slíkri ég mjög góður í henni og það þetta bara svo auðvelt fyrir mig að gera það þetta ekkert challenge og ég alltaf að velta fyrir mig bara svona akkur var ég að sérhafa mig að einhverju leiti í þessu en svo því ég finn að ég get nota þetta sem ákveður svona plattform til þess að hvað að sinna því sem skiptir okkur mestu máli í lífinu sem eru sko börnin okkar og skapgerð þeirra eitthvað sem skiptir þið meira máli Nei. Og það þessar stelpur sem eru í liðinu, hvað hafa verið margar stelpur í Aþenu? Svona cirka. Sko, þetta var náttúrulega ógeðslega þéttur hópur sem að sem kemur nú Garðabænum sko. Þær eru hvað það margar? Þær eru 14 sem að sem droppa og svo splittast hópurinn í 2 og þetta eru 6 stelpur sem að starta Aþenu upp á Kjalarnesi. Og það, hvernig kom þetta til? Ég var að mynda að spyrja með að droppa metalínu. Já. Sko það var eiginlega bara þannig að það eru náttúrulega búin að vera til dæmis með rosa mikil kynjaglerugu sem ég alltaf að setja á þar. Sko ég er að setja kynjaglerugun á þær.
ég er alltaf að spyrja þær bara, hvað sjáu þið öðruvísi hérna stráka megin og stelpu megin og þær föttu þetta allt þær voru bara mjög litlar þegar sögðu bara, já það verið að klappa meira fyrir lélugum skotstíl stelpu megin, þannig að gera minni kröfur þannig að stelpa tekur skot, ekki gott dugleg, strákarnir, hei, gera þetta betur það ætlar að fara í atvinninu með skona skilur við, stelpan bara neða, voða fínt voða dugleg og svo hérna föttu það náttúrulega líka að það var meiri stemning stráka megin, meiri hasar þess að foreldrarnir horfa betur á strákan eða stelpunar foreldrarnir komin bara aldrei þunnari sundarsmótni í símanum og bara, já, stelpunar haldið að fara að spila og eitthvað svona kjaftaði og hérna og svo voru þær náttúrulega líka fannir að sjá það voru bara fannir að sjá alls konar spurningar sem þau voru að fá og svona hitt og þetta og þær voru svona tímabili þá var þetta eiginlega orðið dálítið mikið það voru svo uppteknar af þessu svona orðna pingu obsessed að því að vera bara að pæla í því sem bara gerir það er verið að koma illa fram í stelpurnar og eitthvað svona þá þarf maður svona að róða ykkur aðeins þetta já og svo gerist það bara að svo er ég bara alltaf að kenna alls konar hluti og það sem ég held og er alveg pottitur á er það hvað kerði droppi í gang var það að við erum alltaf að reyna að fá að því að þegar eru síðan 10 ára gamlar þá ákveður KKÍ að hafa Íslandsmóti í fyrsta skipti í sögunni fyrir 10 ára krakka þá eru þær í raun og vera undirbúa sig undir eitt enn svona mótið og ég hugsaði með mér það væri alveg agalegt ef að þær fengi ekki að vera með þar og ég hugsaði bara það verður ekkert mál vegna þess að eiginlega bara í öllum mótum sem ég hefur á það hafi alltaf verið einhverja stelpur sem er að spila þarna þú veist, þú er nú frá Djúpuvík og þú veist, og þið náðu ekki lið og þú ert rosa góð og þá færð þú að vera með eða þá að það er einhver stelpa sem er afburða og þá er hún sett inn og það er bara, og ég var með stelpu algjör að nagla hérna þegar ég var í 8. flokki það var enginn að spyrja sig að því þannig ég hugsa bara, en það sem gerist alltaf er að KKÍ segir að það þurfa að skila inn kennitölum ég hugsa bara, er það tilviljun þegar þú ætlar að sækja mót fyrir þessa krakka þetta var ekki gert fyrir og hefur ekki verið gert síðan og ég ætla náttúrulega ekki að fara í sama stönd og við gerðum þarna á undan þar sem við bara mættum inn í strákamótin af því að það var ekkert sem bannaði það og svo var allir bara, já, þetta eru stelpur já, má það ekki jú en allt í hennu þurftu að skilin kennitölum þannig ég ætlaði ekki að fara að svindla á því og svo er það bara langa söguna og þetta er náttúrulega rakið í þessari mynd heimildamynd þetta þar sem að KKÍ byrjar bara að þæfa allt og bara skjóta sér undan og þetta verður alveg dirty politics það var bara vegna þess að það var búið að kvarta svo mikið undan mér að ég væri svo mikill fantur og þess vegna væri stelpunum minna svo góðar að því að þorði ekki neina öðru og þeir þorðu bara ekki að taka á þessu kúltúr og svo bara örugglega einhverjir þjálfara líka inn í hreyfingunni eða einhverjir sem voru bara pringu abbo voru hrættir að og ég svona bara fyrir alla þá sem eru abbo út í mig þá geta þeir bara vita það að ég er ekkit svo góðu þjálfari það er bara svo ógeðslega gott þegar stelpunum fá að spila á móti strákum þess vegna verða það er svo góðar bara strákarnir kenna þeim þetta svo er það bara þannig að að það er alltaf verið að þæfa þetta og það er haldin vitundavakning sem að reyndar einn stelpan hafði hugmynd af að fara fyrir utan strákamótið og dansa og drifla körfubolta og fá foreldrana og strákana með sér í lið þannig að þeir fengið að halda áfram þannig að mótmælin voru aldrei gegn strákum eða foreldrunum það var bara vekið athygli því að KKÍ hefði hendum út og bara getið ekki hjálpa okkur að tala við KKÍ það sem var reyndar áhugavert við það var það að þetta var fyrir utan stjörnuna þar sem ég hefði farið þegar þeir voru með þessa vanvirðingu gagnvart stelpunum að þær ættu bara allar að vera vinkonur þess vegna ættu að vera að spila saman og ég sagði bara nei, ég tek ekki þátt í því ég er ekki hérna til þess að vinkonu væða þennan hóp ég er hérna til þess að gera þær góðar að þá gerist það sem sagt að það er svo mikið hatur stjörnunar gagnvart mér að því að við förum yfir í IR ég fyrir yfir í IR
og ég var sakaður það að hafa bara rænt öllu með mér, það voru 17 stelpur sem komið, Já. það var þarna 20 Mhm. sem rosalega skrítið líka, það svona bara akkur voru fóreldrarnir ekki sterkar á svellinu og héldu þessu, Já. það voru bara einhverju nöttarar sem tóku umræðan og svo nýrti samfélaginu, þannig að bara einhverju 4 fóreldrar urðu alveg brjálæðir og hinir sátu bara og segðu bara ég nenni ekki að taka þátt í þessu og þá endar þetta á því í staðan fyrir að miklu meiri hlutin hefði bara staðið færn og sagt grjót haldið kjafti, hvað að ykkur þá voru allir tilbúin að mæta í Já. og svo erum við þarna og foreldrarnir sko mikið af þessu svona forréttenda lið úr Garðabænum Jú. sem hefur náttúrulega bara heldur gott og establishmenti langar náttúrulega ekki rosalega mikið að hræra í breyta statusnum eitthvað sko Nei. eru við komin í einhverja byltingu hérna, við erum úr Garðabænum sko Já, mitt. þannig að mér fannst það líka alltaf dálítið fyndið, en fólk var samt með eitthvað svona réttlætiskennd og svona og ákveðu síðan að gera þetta ég vildi ekkert fara þarna fyrir utan ég vildi fara á drippla fyrir utan KKÍ og svo gerist það og þú sér það í myndinni að það kemur svona retaliation frá KKÍ í formi fyrirverandi og núverandi landsliðsþjálfara sem að fordæma þennan verknað og kalla mig bara einhvern költ leiðtoga sem hefði smalað öllu fólkinu þarna saman og þetta var allt mér að kenna og allir heilalausir, meiri segja allir fórstjórarnir í Garðabænum þannig að nú er ég alltaf þannig að heila þú veist, þrjóskasta harðasta liði í bransanum sko. Mikilli máttu minn og þetta er einhver svona mýta sem fer á stað og svo er það bara þannig að það er alltaf verið að reyna að fá KKÍ til þess að útskýra fyrir okkur af því að þar var ég var alltaf að fá KKÍ til að útskýra fyrir okkur af hverju megar ekki spila ég var aldrei að berjast sko ég prívat og persónulega var aldrei að berjast fyrir því að stelpur og strákar fengi að spila saman Nei. ég var bara að segja svariði þeim akkur mega stelpur spila þarna sem uppfyllingarefni en ekki sem heilt lið og þá kom ekkert svar þeir bara vildu ekki fara inn í þetta Nei. ég sagði bara af því að ég vissi það ég var á ákveðnir vegferð þar sem ég ætlaði sko að gefa stelpum saman tækifæri á strákum þegar þeir kemist á gelgjuna ætlaði ég að taka á þessari paraskapnum og öllu þessu dóti og í lokin sem er í gangi núna þá ætla ég að rífa nýtt raskat á kúltúrin og við erum þar núna ég á 2 mánuði eftir og þess vegna er ég að gefa færa á mér að ræða þetta og allt þetta og en anyway svo er það þannig að þetta er alltaf í gangi og ég er alltaf að notfæra mér aðstæðuna til þess að kenna þeim alls konar þú veist og mér líður svo ryðgæri plötu en þetta er bara svo góð pæling sko. Ég kendi þeim miðstakarhingin og mantran okkar var að taka plásláti sér heyra og hrættu að gera mistök og setja sér negin standard og við vorum að tala þú veist hvort viltu vera best í liðlegasta liðinu eða liðlegast í besta liðinu hvað er mikilvægt en að fara inn á völlin og standa sér vel það er að fara inn á völlin og gera hina betri vorum að tala alls konar heimspekilega pælingar töluðum leiðsannleikans eftir Arthur Schopenhauer þegar þú ætlar að breyta einhverju skilur þá hlæjar fólk að því fyrst svo mótmælar harlega og svo eru hlutum teknisin self-evident og bara þú veist þetta var bara endalausar pælingar og svo undir lokin svo ég kom inn á efninu ég svona, nú sér það lifnar hans í mér sko og ég kom í frambóðsræðina fyrir stelpunnar mínar að þá er það sem sagt þannig að í lokin var það þannig að það eru sko það er aldrei 2 ársting og þetta er aldrei samþykkt og þetta er ekki eins og tekið fyrir og ég fer til stúlknana og er að nota þessa leksju til þess að kenna þeim og segja þeim frá fólki sem hefur verið í einhvers konar baráttu en vann ekki og ég er að útskýra fyrir fólki að þú ferð ekki inn í baráttu til þess að vinna hana þetta er svo að þú ferð ekki og segir frá kynferðisáreitni eða ofbeldi að því að þú ætlar að vinna sko fyrst og fremst þú gerir það því að þú veist fyrir hvað þú stendur þú þarf fyrst og fremst að geta hort í speilin og sagt ég er ekki aumingi þú veist, ég er grjóthörð og og ég er svona að ræða við fólkum til dæmis ég rætti við Muhammad Ali sem að býr í svona segregated bandaríkjónum vinnur ólympíugull hendur því Ohio River
ég að segja þeim frá, og ég að nota sko íþrótta viðburina, ég að segja þeim frá hérna ástralskum spretthlaupara sem lendir í öðru sæti þegar 2 Bandaríkjamenn mótmæla á velunapalli 1968 Black Panther Salute hérna bara, og hann var sá sem að hjálpa þeim að skipuleggja sig og hann var með eitthvað svona badge sko hérna já, þú veist sem þeir voru allir með og skotnir samstöðu við fátækta og það var rosa törmál í Bandaríkjunum á þessum tíma og þessi gæi var jarðaður þegar hann fór heim til Ástralíu því að það var aðskilnaðarstefna í Ástralíu og en hann kvikaði aldrei sko. Og hann misti af næstu ólympíuleikum og allt þetta og ég bara segja þeim allar þessar sögur sko. Og svo fyrir ég að segja við þær sko að því þetta var ekki samþykkt þá er ég ekkert viss það að ég muni halda baráttina áfram sko fyrir þær af því að þá eru þær orðnar 14 ára og þá er ég ekkert endilega fylgjandi því að strákar og stelpur eigi endilega vera að spila saman í körfubolta því að strákarnir eru bara með forgjöf í formi líkamsbyggingar og testosterón og bara öllu því og það er nú ástæðan fyrir því að sport eru kynjaskipt og ég er bara alinn þar upp og það hefur engin almennilega útskipt fyrir mér að það eigi ekki að vera þannig. Þannig að ég er bara ennþá þar og já, og þá spyr ég þær og ég segi sko, ætlið þið þá að hætta að berjast er það sem við erum að fara að gera þú veist, eru það að gera þetta bara fyrir ykkur eða er að gera þetta þetta rétt og þetta er allt svona ethical spurningar þetta er rosa góðar spurningar ertu bara að berjast af því að þú nýtur góðs að þessu eða er þetta það sem að því að ég var líka útskýra fyrir þeim sko að þegar þú byrjuð að taka fætin þá ertu orðin svolítið góð í þessu þú skilur þetta, þú veist að þetta þarf að gera þú ert orðin svolítið expert í þessu og þá má líka því við þetta sé að verða pingu köllun þá er þetta það sem þér er treyst fyrir og þú verður að vera með gott exit í þessu ég er að tala svona við þær og svo er það þannig að það er náttúrulega bara það eru orðnar herskáar þú veist, það eru fannar að raka sér hárið og ég er bara ok, þetta er ekki alveg það sem ég þarf á að halda sko af því það var ein mamman í hópnum sem það er bara hvað er að þessum manni, er hann bara alveg einhverja trukkalessur hérna já, það er það sem þú ert að gera og eins það er bara hvað hérna og svo er hann bara að sína fólki bara einhverja negra hérna og alaður upp eins og trukkalessur og ég veist það bara vá hældi í þessu það er aldrei tala um þetta nei. Og það þarf eitthvað að fara að ræða þetta allt saman frá öllum hliðum og ég er bara inn í þessu umhverfi og svo er það þannig að við, já, það eru bara fá alls konar hugmyndir og það segir bara já og ég segir bara og hvað ætlum við að gera og spurningin var ekkert endilega bara varðandi þú veist current moment, það er bara svona í framtíð og þá fara þær að tala um það að þetta sé hérna akkur við mótmælum ekki, þegar við höfum smá reynsla því og þær sá eitthvað því og ég segi bara já, ég hérna þú veist hvernig ég var að mótmæla því og þá er einhver sem segir hérna já, og svo hafði það verið þannig hérna undan þá sem sagt lendar í öðru sæti í hérna stelpumóti og ég var eitthvað að tala um það sko, við ættum ekki að fara upp á velunapallin ég voru svo bara, hvað rugli er þetta? Þú veist, mætir hérna KKÍ eitthvað að gefa með einhver velun, þeir eru tilbúin að mæta og gefa þeim velun, þeir eru ekki tilbúin að mæta og útskýra fyrir þeim akkur að mikið verða það. Og ég bara læt ekki ignora stelpuna mínar. Nei. Ok, svo, þannig að það er svona alls konar svona í gangi, þannig að það er að sjá þetta og þetta er alveg klárlega innræting. Og þetta er það sem mér finnst svo mikilvægt að fólk átti sig á, að ef þú kemur með börnin til mín þá mun ég innræta alls konar hluti til þeirra. Já. Þannig að það er eins gott að þú mætir á æfingu. Af því að þú ert að treysta mér fyrir því, ég get ekki alið upp sjálfstæð einstaklinga á þess að við tökum einhver tíman á einhverjum viðkvæmum topikum sem við þurfum að sannmælast annarkvort að vera sammála eða vera ósammála. Þannig að þetta sé ekki þannig að við ætlum bara að kósta í gegnum lífið og aldrei að takast á einhverjum svona contentious issues. Nei. Það er bara þannig. Og svo var náttúrulega eitt sem var að gerast á þessum tíma sem að enginn skilur sem er það
og þú er eiginlega að horfa á myndina og mér fannst sko þessi mynd ekki ná að skila því almennilega. Það til alveg ótrúlegt efni af stelpunum í alveg mögnuðum pælingum. Já. Og þannig að sko þetta er bara það fólk í kringum mig á þeim tíma sem ég ber bara hvað mestu virðingu fyrir. Það er svo merkilegt við Bart sálin einhvern veginn að þau eru svo laus við svo mikið af alls konar bakpókum og einhverju svona dóti sem rugglar þau í til dæmis bara réttlætiskendinni. Já. Þegar leið og fullarnir eru komnir inn einhverja réttlætiskend, þá þurfa þeir strax að byrja að pæla bara, byrja einhverju hagsmunir sem að getu rekist á hérna. Þú veist að því að ef ég segi eitthvað, að því að við erum bara lítið þorp, ég er með hérna hollenska foreldra sem skilja ekki hvað er í gangi á Íslandi. Nei. Þau bara náðu þess ekki. Nei. Bara hvernig getur þetta orðið bara einhver svona almenn umræða á svona ömurlega lágu plani og enginn þorir að segja neitt. Þetta er bara svo, við erum náttúrulega bara þorp. Já. En allavega þær eru komnar þarna og svo byrjar þetta að þróast og ein stelpan byrjar að tala um það við þurfum bara að droppa medaljón sem breytist reyndar síðan í það að þær vilja eitthvað fara að setja medaljónir yfir hálsin og þeim sem er að rétta þetta og mér finnst þetta geggjupæling og ég var búin að hafa veður á þessu þannig að og það var alltaf þannig hjá mér á öllum fundum þá voru foreldrar hvattir til þess að vera á þessum fundum. Já. En það var mjög áhugavert, við vorum nýkomin heim frá Svíþjóðu keppnisferðalagi og þær tekið alveg rosalega fundi. En þar var fullt af einhver svona liðu garðabæni sem ætlaði nú bara að fara út í bæ og fá sér rauðvín og ætlaði nú ekki að sitja þarna og fá einhvers konar skapgerðar uppeldi fyrir börnin sín sko. Nei. Og ég var farin að taka eftir því sko, það voru foreldrar sem sátu inn á þessum fundum stundum hjá okkur og þau voru bara svona býtu, hvað eru þau að tala um? Vist, þetta er bara svo geggjað. Þetta er ástæðan fyrir ég stofna að þennu, þetta er ástæðan fyrir því að ég er búin að vera að berjast fyrir þessum stelpum vegna þess að önnurins vannvirðing sem að flottum hópi hefur verið sýnt bara anyway, áfram með þetta. Já. Svo er þetta bara þannig að við förum í gegnum pro and con við það að mótmæla. Já. Það var allt saman tekið upp og sér það í myndinni. Bara hvað af þessu er sko, hvað af þessu eru góða spurningar? Hvað er rangt við þetta? Er eitthvað rangt við þetta að gera þetta? Og hvað er rétt við þetta? Og akkur eru hlutinir eins og eru og svo framvis. Og ég meirist að útskýri fyrir þeim að ég yrði drepinn fyrir þetta. Já. Þannig að þær voru svo ógeðslega vel undir þetta búnar. Og ég hugsaði bara með mér, þetta verður eitthvað. Já. Og dóttir minn er í hópnum. Og þetta er að ég vil fyrir dóttir minna. Hugsaðir, þetta er virðing. Já. Og svo náttúrulega bara segi við þær að það ætla að gera þetta þá þurfa þær að halda ræðu. Já. Fólk þarf að fatta hvert mótmælin beinast. Þetta voru mótmæli, þetta var ekki viðnundavakning. Og svo fer ég að tala við þær um alls konar svona symbolisma og svona útskýri til dæmis fyrir þeim 1968 þá var svo mikill symbolism í gangi varandi skóna, varandi hanskan alls konar hluti og ég fór að tala við þær um skað sko, það er náttúrulega þetta er náttúrulega, mér fannst flott að láta medaljónu droppa því að medaljón var logo KKÍ. Já. Það er tákrænt og herru, svo fara þær bara að æfa sig. Ég kem ekki í nálægt þessu sko. Og ég, veistu það því stóð þarna og ég horfði á þetta ég hef ekki verið stoltari á ævi minni. Nei. Og að finna hatrið sem þær mættu og fyrirlitningin sem þær fengu á sama tíma og ég er að upplifa bara eitthvað besta moment í 30 ára sögu minni í þjálfun. Og hvaðan kom hatrið? Aðalega. Það er góð spurning. Sko hatrið vil ég meina að sé bara algjörlega eftir kór á því hvernig við lítum á börn, hvernig við lítum á konur og stelpur. Já. Þetta var svo rosalega statement og hugsaði sko mantran, þetta átti ekki að koma inn einum óvart. Mantran var taka pláss, láti í sér heyra, óhrætt við að gera mistök og setja sinni einn standard. Getur þú fullkomnað þetta? Í fullkomnum rétti. Já. Það var enginn sem kom í rök að þær hefði ekki réttin á sinni hlið. Nei.
enginn, að þú skoða hvernig það var komið fram við þær og hvernig þetta var fullkomlega réttlátt. Já. Og enginn hlustaði á þær. Nei. Enginn. En var þetta ekki bara líka fljótt eftir, þú veist, það allir hana, þær droppa metalíni og fór ekki Manstu bara eftir þessu, þetta gerist? Nei, ég man svona aðeins, en Já. svo man ég, þú veist, finnst mér bara eins og hafi bara farið aðtilina þeim yfir á þig. Já. Og það var bara, hann að heila þú þær. Já, og það sem að var á þessum tíma, þá var það þannig að þegar við fórum alltaf fyrir utan Ásgarð, þá fór ég í útvarpsviðtal á Akraborginni og þá var formann í KK í boðin og ég var bara ekki undirbúin. Og mér fannst ég svo lélegur í að útskýra þessa hluti. Já. Því að ég var að taka þetta allt bara rosa mikið á göttinu, sko. Því að ég þurfti að prósessa svo mikið að bara akkur bregst fólk svona við. En mér finnst þetta svo eðlilegt. Því ég bara kall sem tek pláss, læti mér heyra, ég er óhrættur við að gera mistök og ég set minn eigin standard og ég verið velunaður fyrir það. Já. Það er gott, Brynja, þú ert alveg kall, sko. Svo er bara þegar ég ætla að fara með þetta á einhverja stelpur og það er nefnilega alltaf fyndi, sko. Ég er eiginlega bestur til þess að gera þetta fyrir stelpur. Já. Ég bara, þú veist, ég er með þetta allt. Þú veist, akkur viltu ekki senda stelpuna til einhverja fyrirvændi kall, og fyrir utan það, sko, fyrirvændi kall remba dauðans. Ég þekki hina hliðina. Já. Og hvenær heldur þú hafir hætt að vera kallremba? Ég er örugglega kallremba, sko. En ég veit bara að ég satt með einni góðri konu sem er, sko, algjörst legend inn í íslensku viðskiptalífi og þetta aldrei fyndi, sko, þegar ég sitt með henni og ég ber rosa virðingu fyrir henni og ég held að mörgu leiti, sko, að þá sé, sko, hvaðan koma fordómar. Þú veist, fordómar koma þegar við ætlum að einfalda hvernig við prósessum hlutina með því að, sko, ég ætla ekki að þurfa bara að tala við þig og meta þig af verðleikum, heldur ég er bara að flýta mér. Ég ætla bara að afgreiða þig að því að, þú veist, þú ert lítil, máluð, sæt og prúð og þannig stelpur sem ég hitti gegnum tíðina, þú veist, það er ekki beint eitthvað að rífa kjaft og gera eitthvað og bla bla bla, þannig ég ætla bara að leipila þig. Fattar það mig? En svo er bara málið og alveg eins og fólk leipilar mig sem bara einhvern veginn öskurabba, þú veist, það er eins og ég hafi ekki, sko, mjúkar hliðar, þú veist, það er eins og ég knús ekki börnin mín, þú veist, það er eins og ég sé ekki alúlegur, þú veist, það er eins og bara ég hafi ekki þetta tilfinningilega spektrum, sko. Það er búið að byrta einhverja mynda mér sem bara brjáluðum bara alltaf öskra á stelpunna mínar. Þú veist, það er bara 5% af því, sko. Þú veist, það eru bara dætur mínar, sko. Ég er í þessum samræðum allan daginn með þær. Það er leita til mín þegar eitthvað að og eitthvað og bara, elskar nú bara, já, og gera þetta eitthvað. Og hérna, já, þannig að, sko, þessi kona sem ég satt með núna daginn, sko, þú veist, ég er í smá óttablandinni virðingu því ég tala við hana. Já. Þú veist, þannig að þetta er ekki það að ég sé, þú veist, þannig að það sem ég er aldrei að segja, sko, það sem ég segi svolítið við stelpur er að, já, ég get alveg trúa því að þetta væri svona pingu uphill, en það er bara gott. Já. Og bara ekkert vera vorkina sjálf með að þurfa að taka einhvern uphill bardag. Ég er að taka uphill bardagi því að fólk átti sig á því að ég er hérna gaur með samkennd, sko, og mér þykir vænt fólkið mitt. Og ég er ekkert á góðu til þess að takast á við það. Það er mitt uphill battle. Og það er búið að kenna mér ýmislegt og gera mig að þeim manni sem ég er og ég vildi ekki hafa mista af því. Og þannig að ég vorkin ekkert stelpum sem að, þú veist, þurfa að standa í fæturnar og þær verða bara sterkari fyrir viki og þegar einhver segir við mig hérna, já, það er einhver svona kona þarf að vera sterkari til að geta betri flugmaður til að geta flogið flugvél eða eitthvað hvað sem fólk segir þegar einhver svona genderóli, þá segir ég bara stelpunum þá bara gerið það. Hvað, hérna... Þú veist, já, er þetta lélegt attitút? Nei, ég bara... Þetta er bara svona. Og ég hef alltaf verið, þú veist, mjög mikill svona, ég er jafnréttis sinni og ég held að við getum allt sem við viljum gera, konur. Þú veist, það er náttúrulega líkamlegu munur eins og, þú veist, þú hefur talað að það sé lægi að keppa mútið strákum þanga til á kynþróskanum, eða ekki? Jú, ég er þar, sko. En það hefur aldrei verið. Er það? Hefur einhvern mann verið að... Ég var bara sjálfuð með stelpu í 8. bekk og þá er hún orðin 14 ára. Já. Hún stóð sér fáránlega vel. Já. Svo er mjög algengt líka að stelpur, það er ógeðslega mikið af
af svona okkar bestu stelpum í boltagreinum þegar þú spyrðar, sérstaklega sem kom út að landi og eitthvað svona, akkur er það svona góð þú veist að spila bara með eitthvað liði á Djúpuvík og og þá segja þeir, já, bara spila strákana. Já. Þannig að mér finnst þetta að vera svo low hanging fruit og þetta er svona sama sko þú veist, þá er allir bara svona þegar, svo er eitthvað svona félagsfræði prófessorar og eitthvað svona lið sem kemur fram og það segir eitthvað svona við viljum ekki breyta konum í kalla og mér finnst þetta að vera svo ósangjarnt vegna þess að ok, tökum sem daginn bara að vera í hnefaleika þú veist, hver er eðli hnefaleika? Ég ætla að kýla það á kjaftin ég mæti ekkert með einhver kvenleg gildi þar inn þú veist, eins og það sé eitthvað kvenlegt og síðan hvenar eru konur ekki aggressívar shit maður, er þetta grínast hvað konur eru aggressívar og það var náttúrulega eitt sem var alveg geðveitt líka við þetta og ástæðan fyrir því að allar stelpur eru að koma til mín í þjálfun er vegna þess að þær fá tækifæri til þess að vera aggressívar og svo var ég með alls konar svona þjálfun þú veist það sem ég var að vinna sko með geðstræringa þeirra inni í mómentinu þú veist ég man til dæmis eftir því ég beið eftir ég var alltaf að bíða eftir fyrstu slagsmálunum Já, þú veist á meðal þeirra af því að þegar þú þjálfar stráka þá þjálfar stráka bara einhverja nokkra vikur þá er einhver byrjar að slást Já. og við strákar í íþróttum og þá kemur einhver svona hippamussu akademiskar pælingar sem er bara, já þetta er bara ofbeldi eitthvað svona, ég segi bara, nei þetta er bara strákar að fljúast á og það þarf að gerast fyrir fram að mig þannig að ég geti búið til lexíu úr þessu Já. þú veist, sko við förum ekki yfir þessa línu strákar en þið megið fá útrás hérna og þið getið farið á þessa línu og þið getið verið íta hver öðrum og lalalala og ef það á að vera eitthvað svona verbal abuse sko að þá verði að gera eitthvað grein fyrir því að það eru líka ákveðnar línur sem eru þar og svo eftir því sem að traust hjá fólki verður meira og þá kemur fólk sér oft saman það er, þú veist, ég man til dæmis eftir því að fara á æfingu og það voru svona nokkrir aðeinslega sem ég var alltaf að slást við og við létum hvort annan heyra það og það var svo mikið keppni og það fýraði allt upp og svo eftir, og þetta eru bestu vinni mínir í dag það er bara eitthvað við það að stelpunar, já, svo var þetta sem þannig að það var ekki búið að vera slagsmál alveg bara í einhver 2 ár og svo kom að því að það er eitthvað svona einhverjir árekstur á vellinum og vildi til að þetta var dóttir mín já og besta vinkona hennar Já. og þegar þetta gerist að þá er ég bara svona yes svo byrjar að slást og eitthvað svona, þú veist, íta hver annar og eitthvað, ég bara ekki kýla en ég bara tek séns þarna sko og mér fannst þetta svo mikilvæg leksía fyrir allar hinna stelpunar því að svo fór ég til þeirra og ég skammaði ekki fyrir að slást ég fór bara að byrja í hvað er málið og það var eitthvað breakthrough hjá stelpunum af því að það er allar horfður svona á mig og hann er ekki að skamma okkur fyrir að slást heyrðu, það leiði ekki vika það voru 2 aðrar byrjaðar Já, ok og ég fer aftur svona inn í þetta Já. svo bara eftir einhvern smá tíma þá voru bara allar byrjaðar að fljúast á og þá þurfti ég að segja bara svona, ok, heyrði sko, róum við dagins hérna hvað er málið og það sem gerðist til að gera langa sögu stutta var það að allt sem heitir passive aggressiveness ok, ertu sammála mér að konur séu meira passive aggressive heldur en kallar? Þú að spurja mig já, ég er sammála Allir sammála því en það, nei, örugglega ekki allir ég hef aldrei hitt á mannesku sem vil meina það að konur séu ekki meira passive aggressive ég sá til dæmis hérna ógeðslega skemmtilegt sæn í hérna á kvennadaginn sem kristallaði þetta passive aggressiveness í konum sem stóð breytum ekki konum, breytum samfélaginu Já, einmitt þannig að þú ætlar ekki að breyta konum og þú ætlar að breyta samfélaginu hverjum ætlar þá að breyta? Já, einmitt Þá ætlar að breyta það Köllum Já, okkur er ekki bara að drutast til að segja það Já, það er alveg þannig Þú veist, og þetta er, og þú veist og ég segi bara, stelpur hérna, bara upp á yfirborðum með þetta og þetta er það sem er svo gott við íþróttir
að fá að vera inn í þessum flughermi þar sem að geðsræringarnar rísa hratt og dvína hægt og þar fæ ég tækifæri til þess að kenna hvernig þú dílar við þetta og hvernig þú tekst á þetta sem er alveg bara 100% applicable þegar þú síðan komin út í lífið en þú nærði aldrei þar að því að þetta gerist ekki eins greinilega fyrir fram að þig. Þannig að það eru allir sammála það, allir að þessi hópur sem ég hafði þarna var minnst passív-aggressívasti stelpuhópur sem eru nokkuð tíma komið inn í. Og þetta var geggjað. Já. Og þá eru sumir sem eru bara, akkur er þú út svo mikið að tala konur séu gallar eitthvað svona. Ég get alveg sagt þér það sko, þegar ég er að þjálfa stráka, þá er það nóg að taka. Það er alls konar eitthvað svona macho bullshit skilur sem þarf að jarða í fæðingu og alls konar ego og allt þetta. Bara make no mistake about it. Nú erum við bara að tala konur sko. Og það er að nóg að taka þar. En svo er það líka bara málið. Að það má aldrei skammast í konunum heldur sko. Nei. Og ég er náttúrulega búin að vaða í mömmurnar í gegnum tíðina sko. Og það er vita ekkert hvaðan ég er að koma og svo segir, þú ert bara svo ógnandi bara þegar ég er bara svona, hvað er það að gera? Já. Þú veist, akkur er það að taka hana út úr þessum aðstæðum? Já. Þú veist. Þú ert kannski, þú ert náttúrulega örgulega 2 metrar á hæði eitthvað. Ekki alveg. En þú veist, það er held ég, þú veist, að mæta þér. Ég er bara svo lítill í mér, mér líður aldrei eins og ég sé svona stór og óveikjandi. Ég er oft mjög lítill í mér. Já, það? Já. Hvernig þá? Ég er bara gamalt kvíðabarn. Já. Og ég verð mjög auðveldlega kvíðinn. Já. Og bara, það þarf rosa lítið til þess að streitukerfið og mér fari í gang, sko. Ertu einhvern tímann bara liggjandi í fósturstellingu í fanginu á konunniðinni? Já. Það? Já, það gerist oftar en þú heldur, sko. Já. Og ég held að það sé líka bara svona góð leið til þess að svona roll with the punches sko. Þú veist, auðvitað máttu vera leiður. Það er til eitthvað sem heitir réttlátt reiði og réttlátt leiði en ég meina en svo bara vaknar í daginn eftir og keiriði í gang. En svo með reiði svaraði ég þessari spurningu að ég er svo út um allt. Hvaða spurningu? Við vorum bara að tala hérna með stelpurnar sko, veist, og droppið og allt þetta. Já. Ég ætla að bæta einu við þar sko, sem er svo stoltasta mómenti síðan var síðan þegar stelpurnar ég er rekin úr IS. Já. Eftir þetta? Eftir þetta. Okay. Það var mjög áhugaverður fundur þar sem ég og Bergþóra aðstofþjálfarinn minn mættum og stjórni ég er bara, jæja, wise guy, hvað ætlar að gera núna? Það var allt brjálað sko, svona eins og þetta er búið að vera núna og ég segi bara, hvað meina, ég bara halda áfram að þjálfa. Já, KKÍ eru fúlir. Ég segi bara, KKÍ eru fúlir. Auðvitað eru þeir fúlir. Já. Þetta var algjör bomba á þá. Já. Og já, við getum ekkert staðið undir þessu. Ég bara, eru þið ekki í Breiðholtinu? Eru þið ekki með eitthvað stuðningsmanna apparat sem heitir Get og Hooligans og eitthvað? Bara er þetta all talk, no show. Og þá, sem sagt, verður mjög áhugaverður foreldrafundur sem að þurfti einhvern tímann að ræða sko, sem var haldinn þarna. Okay. Og mikið af duglausum foreldrum og konan mín included og þetta er bara, og það áttar maður sig á því að fólk er bara ekkert í formi til að takast á við svona. Nei. Og ég ætla ekki að fara í eitthvað rosalegt dómarasæti gagnvart þessum foreldrum og segja bara þeir eru bara skýta pésar sko, en dugleysi varðað. Og það er kannski ástæðin fyrir því að við hefðum þurft að gera þessar stelpur að foreldra betrungum svo að þau kikni ekki undan þegar þau halda þessu að tapa vinsældum og eru tilbúin að henda virðingu sinni fyrir einhverja vinsældir sem er ekki eins og vinsældir. Varst þú á þessum foreldrafundi? Ég valdi að fara ekki á hana foreldrafund af því að ég hugsaði bara þið verður bara að gera það sem þið eru að gera. Mér fannst svo áhugavert að horfa á liðið þurfa að díla við þetta. Og svo ætlaði bara allir að gleyma þessu og ég átti bara að reka mig og svona það gerist sko, og það sem að stelpunir gera í kjölfarið á þessu er það að það er hætt ekki. Nei. Að skrifa bréf í fjölmiðla. Já. Og það var aftur það sem ég hugsaði með mér maður, vá, þannig að bréfið sem fór í fjölmiðla
það var svo vel skrifað Já. en samt var stelpa inn í hópnum sem fannst þetta ömurlegt, fannst þetta barnalegt. Já. Og fólk talaði um það í fjölmiðlum að ég hefði skrifað bréfið Já. en það sem var svo geggjað við þær er það að þær höfðu vitað því að láta henni mömmuna að taka upp allan fundin sem það skrifuðu bréfið. Og þar voru stelpur sem átti ekki mæta á fundin og þar voru með þær á símafundi. Já. Og skrifuðu bréfið. Svona klárar. Hei, þetta er stelpunum mínar sko. Já. Og ég er búin að vera að berjast fyrir þær núna í 6 ár og þetta er allt fyrir þær. Já. En svo er bara málið að svo koma alltaf nýjar og nýjar stelpur og það verður svo auðvelt, skilur. Alveg eins og ég er að tala um sko, kúltúrin er bara þetta er bara eitthvað afl og bara allar þessar stelpur sem mæta til okkar, þú veist, þær verða bara partur af þessu. Og ég heimfæri bara það sem ég vil fyrir dóttur mína á allar þessar stelpur, það er bara auðveldast í heim og það er ég á svo mikið að gefa þarna. Já. Af því að ég var svo ógeðslega brjálaður yfir því hvernig hann komið fram við þér. Já. Ég er bara með kjarnorku sem myndi duga hérna bara næstu 40 árin fyrir þessa baráttu. En það ætla ég ekki að gera, þannig að þær eru allar að komast á aldur þar sem að það yrði mikið þroska þjófnaður. Nú þurfa þær að taka þetta. En eins og með reiðina, þegar þú ert að á æfingum og ertu þá að öskra á þær og... Það er rosa misjaft. Já. Og það fyrir rosalega eftir á hvaða staðar eru. Ef ég til dæmis á sumaræfingu þá er allt rosalega rólegt. Já. Svo erum við komin inn í tímabil kannski með stelpur sem eiga allt undir. Þú veist, þær eru að komast á háskólastyrk. Við erum í lið sem að sko klúbburinn þarf rosalega á því að halda að við séum í efsta sæti og þær eru bara búin að tengja sig mjög mikið við sem sagt bara að ekkert endilega bara árangur sem náð heldur að séu að bæta sig. Og þær vilja í raun og veru, sko, þær eru þarna þegar vilja láta pússa sig og íta á sig og svo eru náttúrulega rosa mikið af stelpum sem að ég er að fá sem eru nýjar sem að ég þarf bara í fyrstu mánuðina bara að vinna inn traust og ég geri það með því að útskýra fyrir þeim allar þessar filosófíur og allt þetta sem er í gangi og svo er þetta alltaf, sko, að því að svo haldið svo mikið af fundum, sko, og fundinir eru bara nákvæmlega svona, veist, ég myndi bara segja við því hérna, geta langar að vera góð og svo bara já, ok, þú veist að ég get gert þig góða, ok, og þú veist að það verður ekkert mál fyrir mig að gera þig góða í körfubolta, það sem að verður erfiðast eru bara allar geðshræringarnar sem þú ert að takast á við, að þetta verður svo erfitt, að því að þú ert að fórna ógeðslega miklu, þú veist, þú þarft að geta að höndla mótlætið og það er alveg mikilvægra fyrir því að geta að höndla mótlætið heldur en sigrana. Því að mótlætið mun koma og það er þá sem fólk gefst upp. Já. Og svo er það bara þannig að ef þú verður góð, þá verður þú hötuð. Og þú þarft að vera undir það búin. Já. Og það sem ég mun gera er ég mun setja andleg lóð á herðar þeinar. Þannig ég mun kalla því aumingja. Og ég mun kalla því heimska. Ertu til í það? Og þú veist, ég er að segja þetta við núna en ég mun ná þér. En þú eru að muna af hverju, þú veist, og það er ekki þannig að ég sé bara heimska. En þá er það raunur bara þannig að ég sé bara, ef þú getur höndlað það og ef þú getur höndlað sko kröfurnar sem ég geri, þess að ég mun aldrei gera meiri kröfu til þín heldur en ég held þú geti náð. Já. Og oft myndu upplifa það þannig að ég trúi meira á þig heldur en þú á sjálfa þig. Það er bara eins og ég er líka svo miklu að trúa sjálfu mér með þig og ég hef trúa okkur saman. Og svo mun ég segja við því að þetta verður erfitt og þetta á að vera erfitt og mér er alveg sama þó við töpum leikjum ef þú ert að bæta þig. Veist, og þetta er rosa mikið svona filosófía. En hafa þær farið að gráta undan þér? Já, ert að grínast. Hvað gerur þá? Það er bara rosalega misjaft, sko. Ég sko, alveg eins og með litlu stelpunar, sko, þegar þær fóru að gráta, sko, þegar duttu niður og allt þetta, sko, þá sagði ég alltaf við það, sko, hérna inni má gráta. Já. Það má bara ekki hætta að hlaupa. Skilurðu mig? Nei. Það er ekkert að ég... Þú hætta að grenja aumingiðin. Nei, það er endar, sko, þú veist, þegar ég oft er að tala um að grenja, þú veist, þá er bara einhver sem er lélega líkamstjáningu eða eitthvað svona bara, þú veist, hættu þessu væli. Og
Nei, en grátur, sko, veistu það, ég ekki að grínast. Ef þú myndir hitta stelpunum mínar, ef þú myndir segja, sko, hverjir gráta mest hérna, ég væri örugglega topp 4. Já. Ég alltaf grenjandi. Í alvöru? Ég geti fara að gráta núna, sko. Já. Bara þegar ég fer að tala þessa hluti, þá bara ég þarf að hafa mig allan við að vera ekki grátandi. Sérðu tárin? Já, ég er alveg að koma. Já. Þetta mikil ástríða hjá þér. Alltaf mikið, sko. Ég þarf að fara að koma mér út úr þessu helviti. Hvað, finnst þér eins og þegar þú ert að öskra á þær á leikjum eða einhverju svona, ertu þá að missa stjórn á þér? Aldrei. Þetta allt bara meðvitað? Algjörlega meðvitað, sko. Já, þetta ekki þú að tapa þér. Nei. Ertu að brjóta hluti í búningsklefanum? Ég brýst spjaldið. Já. Ég er samt bara búin að kaupa mig spjald sem erfitt að brjóta. Já. Og ég er svolítið spjaldabrjótur í gegnum tíðina. Heldur að stelpuna séu hrættar við? Ekki einn einasta. Ekki einn einasta? Nei. Þannig að þú ert alveg með þetta bara... Ég er algjörlega með þetta. Svo og það sem að fólk þarf líka bara að sjá, allur þessi tími, hvað eru ofboðslega undir þetta búnar. Og svo ég líka bara að segja við það, skiluru, mér langar til þess að breyta, sko, við erum meðvituð um það. Og þær eru meðvitaðan það að við erum líka aðeins að fokka í stereotypunni að vera stelpa. Þeim finnst það svo gaman, alveg sem þeirra litlu stelpunar byrjuðu bara strax að raka sér hárið. Þeim langar þetta alltaf að gefa bara þetta. Svolítið bara fuck you, sko. Langar þið ekki stundum að gera það? Mig? Já. Bara rosalega oft. Fuck you. Og stelpur verða að fáta alltaf að, þú veist, expressa þetta á þess að vera jarðaðar. Þannig að þetta er svona, ég var nú að reyna að ringi í Möggu Pálu, sko, hún ekki alveg að svara mér þess að dana, sko. Nei. En hún kendi mér svo mikið, sko, þegar hún var að útskýra fyrir mér, sko, bleiku slikjuna. Ég er svolítið að, ég ætla svo mikið að fá hana, sko, til þess að segja, þú veist, þetta ekki örgulega bleika slikjan þegar að má ekki garga á stelpu sem að situr í timeouti og hugsa þetta vídeó sem við sást þarna. Það voru ógeðslega lélegir í þessum leik og við erum náttúrulega lélegasta liði í deildinni. Þannig ég er ekkert rosalega sáttur. Nei. Og ég veit hvað býr í þeim og þetta hef ég alltaf gert stráka megin og ég alltaf keyrt þetta í gang og ég vil eiginlega að ég geti öskrað á þig og þú tekið orkuna og þá er minni ástæði jafnvel fyrir mig til að öskra á þig, sko. En þegar eru eitthvað svona dofnar og við erum að tapa þessu leik og þetta er rosalega mikilvæg leikur og ég byrja að garga þér í gang þarna þegar þetta mómenti tekið að þá er það þannig að við vinnum upp einhverja 14 stiga fórustu. Já. Í öskrum og látum. Og svo koma þær hérna á bekkinn, það eru 2 mínútur eftir og það eru hérna nokkra sem er eitthvað bara, þú veist, þær eru bara að gera aðeins meira en þær hafa gert nokkuð tíman áður. Já. Og hvernig á ég að koma inn þessari, við erum ekki að fara að gefast upp hérna, við erum að fara að taka þetta, þú veist, og ég íti í hérna hneða á stelpu sem er búin að þjálfa í 4 ára og er bara svo dótti mín, skilur þú veist, ég gera þetta við dótti mín allan daginn, bara vakna hérna. Og það eru hátalarar. Já. Þetta heyrist ekki, sko, af því að ég er með mæk á mér og það er varla hægt að tala, það er svo mikil músík þarna líka. Já. Þannig að stemningin er bara öll þarna. Og svo var fólk að halda þér fram að ég hef verið að niðurlægja hana. Þú sást þetta. Ég talaði bara um körfubolta við hana í þessum tón. Já. Og þegar að fólk talar um það að þetta sé ekki gott, þá er ég tilbúin í fætt. Sko, þá missum við að því að pæli því, allir þessi geðsjúklingar sem sita í sínu ofbeldi fyrir frá aftan tölvuskjáin, kallandi því allt, út allt, en er að gaggrina þið fyrir ofbeldi sem er, sko, 100% samþykkt í allt öru konteksti. Þannig að, sko, og það er og ég er að segja raun og veru, sko, að það þurfi að undirbúa fólk og fólk þarf ekki að höndla þessa hluti og sönnunin er eiginlega aldrei betri heldur en í hvernig, sko, andstæðingar þessa prógrams haga sér. Já. Þetta er svo ég man þegar ég var að kenna litlu stelpunum ruslatal, að því að nota bene það er alveg á hreinu að mínar stelpur, það er bera virðingu fyrir andstæðingu sínum. Hvað er ruslatal? Ruslatal var í raun og veru þannig, þú sér þetta í myndinni, þá er það bara þannig að þær sem sagt mæta á æfingu og þær eiga að vera að drulla yfir hvor aðra á æfingunni. Okay. Og fundurinn er undirbúinn. Það er ákveðin svona klámyrði sem við notum ekki
en þú þarft að finna einhver svona skapgerða bresti í viðkomandi, Já. þú veist, og svo þarft að nutta því inn og eitthvað sem þjálfarinn er búin að vera að segja, þú veist, til dæmis að út lélega að fara í vinstra lay-up eða eitthvað sluðis og það er alltaf að vera að skamma þig, hei, farðu, notaðu vinstri höndina þarna, þá kemur þú og bara, já, þetta er lélega, þetta gerir sem í vinstri, þetta er einn að gera, þú veist, og þetta fyrir í gang og þær byrja þarna, sko, og og þetta er óbóðslega góð þjálfun til þess að í raun og veru, sko, því að það er allir eitthvað fólk sem kom til mín og sagði, Brynja, þú eru átt af því að orð hafa svo mikið vald. Já, Og ég segi bara, já, hjá þeim sem gefa orðunum vald. Já. Þannig að ef að það er allt í einu mýtan, þá þurfum við að æfa okkur í því að vera sjálfstæð gagvart valdi orðana. Við erum ekki að fara að gera það. Ég myndi það til dæmis ef ég væri að láta orðin sem beinast gegn mér taka völdin á mér. Þetta grínast. Og akkur má ég ekki kenna stelpunum mínum það að vera sterkar. Akkur fyrir það svona rosalega mikið í fólk að þær séu sterkar. Akkur með það ekki vera sterkar. Akkur verða þær að vera vælandi litlar í sér, þol ekki neitt. Akkur er það krafan í samfélaginu. Það er bara krafan, það hefur alltaf verið. Það hefur alltaf verið. Við erum byltingu. Kvennabyltingu. Alvöru, sko, við erum byltingu í sko, þessum kúltúr og anda heimum. Af því að sko yfirborðin er allt saman að breytast. Já. Og það er það sem maður sér. En það er bara toppurinn í ísjakanum. Þú veist, sko, emotion is the drop, sko, hvað ég að segja, sko, þú veist, þetta er bara 90% af þessari baráttu er á þessu tilfinninga og kúltúrleveli. Ég sá þarna brota því ég var að reyna að finna myndina og ég fann hann ekki hvar ég geti horta á hana. Já. Þá sá ég brota þarna sem að einhver pappin er bara að grátandi af því að þú sért búin að hjálpa dóttur hans svo mikið. Ertu að fá mikið af svona kommentum frá foreldrum? Veistu það? Það er bara, þetta er non-stop. Og þetta er, sko, fólk verður átt að segja því, þetta eru rannsóknirna sem ég ger á hverju minnsta degi. Það er alltaf verið að segja, rannsóknir sína það að þetta virkar ekki og bla 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 bla. En ég er ekki þessi típa sem menn halda. Nei. Þú veist, fólk fær bara yfirborðið. Þannig að, sko, ég var kallaði fyrir samskiptaráð og þá samskiptaráð ISI sem leggum í einaldi þegar ég er svo mikið í fjölmiðlum og þetta er bara ISI og elitan að reyna að henda mér út, sko. Og og þá sagt, já, hverjar eru þessar rannsóknir sem þú ert að gera? Mér finnst þetta svo skrítin spurning. Að því að segjum til dæmis bara að þú sért að gera eitthvað sem engin annar hefur gert áður, sem er það sem ég er að gera. Þá koma rannsóknir á eftir. Já. Ef þú ert átlæðirinn, ef þú ert með, sko, því að það sem að hrokafulla menntaliðið byggir sínar skoðanir á er það sem er kallað meðaltalsálfræði. Og það er bara rosalega munur á meðaltalsálfræði og einhverjum sem að stendur í því að breyta kúltutum. Það er allt sem að rannsaka eftir á. En rannsóknirnar sem ég geri á hverjum einasta degi er feedbackið sem ég er að fá frá fólkinu sem ég er búin að þjálfa síðustu 30 árin. Og ég ætla ekki að svíkja hvorki það fólk né fólki sem ég mun þjálfa í framtíðinni. Þetta er rosalegt testimonial. Og það eru til vídeo á YouTube sem við erum að tala við. Að þegar ég lendi fyrst í þessu þá fóru mínir fyrrandi leikmenn og tóku viðtal við fullt af krökkum og reyna að bjarga mannorðinu mínu. Ég var alltaf að segja, sko, hættið að tala um mig. Já. Ég get alveg höndlað þetta. Farið að verja stelpurna mínar. Fattar hvað þetta er steikt? Þú veist, það er alltaf verið eitthvað að verja mig, en ég er alveg ókei með þetta. Máli bara sem fólk fara að fatta þegar það verið að saka mig að vera ofbeldismadur eða saka mig að vera over the top eða hafi ekki stjórnaði sér að gera eða narcissisti, kölllit og allt þetta dót, þá er þetta að tala niður stelpuna mínar. Já. Það er besta leiðin til þess að ná þeim niður. Já. Og þess vegna er ég líka dálítið að segja við stelpuna mínar, sko, stelpur, hvað ætlið þið að gera? Veist. En líður þér aldrei illa? Ertu aldrei bara eitthvað að lesa kommentum sjálfa þig og verður leiður eða reiður eða eitthvað? Jú. Já. Jú. Þú veist, en þetta er ekki alltaf bara svona
eins lit geðsræðing. Þetta er salat á sama tíma að þá hugsa ég alltaf sko, ef þetta er eitthvað sem þarf að breyta og þessi ógeðslega nöðsilegt að breyta þessu og það væru bara allir til í það að þá væri þetta greinilega ekki eins alvarlegt og við heldum. Þannig að þetta er svona, þú veist, maður þarf að minna sig á paradoxið í þessu. Þú veist, þú getur ekki farið inn í einhverja baráttu og haldið að hérna, sem er rosalega nöðsileg og bara, heyrðu, fatti ekki, ég er að taka baráttuna, þú veist. Akkur eru svona vond við mig. Þannig að þetta er eiginlega besti mælikvarðinn á það oft á tíðum, sko, að þú sért að hreyfa við einhverju og svona hvernig þetta hversu vel þetta eldist er síðan dálítið svona dæmi það hversu réttlátt þetta var. Já. Skilur mig. Því að það er alveg, þú veist, það er fullt af fólki sem hreyfir við hlutum en það er að hreyfa við þeim á röngum ástæðum en svo þegar þetta er skoðað svolítið tilbaka hversu vel eldist pælingin að það verður þá dálítið að koma í ljós og til dæmis baráttan sem að stelpurnar mínar hafa verið að taka í gegnum tíðina hún eldist mjög vel. Já. Og hvað, ég hef heyrt talað að þú hefur skipt liðin upp í ljótar og sætar. Já, ég tók það í Frosta. Já, en hvað, okay, ég náði aldrei hver metur hver er ljót og hver er sæt. Já, það var bara eitthvað, skilur. Það var bara random, sko. Er það? Var þetta ekki svona var engin sári við því að vera í ljótarliðinu? Sko, getur vel verið að það hafi verið sárar, einhverjar hafi verið svona, það hafi komið einhver viðbröð hjá einhverjum stelpunum sko fyrst og það er allt í lagi. Það er allt í lagi að einhver sé pingu sjokkeraður og sár í smá tíma vegna þess að ég veit alveg hvað við erum að fara að gera. Svo var og þetta var náttúrulega líka þannig, sko, dóttir mín fór beint, sko, þetta var svo skemmtilegt, sko, að gera þetta, að þora þessu, að fara inn í, þú veist, og pældi þessu. Það er allar mömmurnar, allar konurnar og úti bara, þú gerist þetta ekki með ungar konur og ég sagði bara, stoppum aðeins þar hvað er þetta, sko, akkur að gaggrina mig akkur gaggrinu við ekki þá sem ala þessar stelpur upp í því gildismati að það sé svona viðkvæmt ef þú snúið þessu við akkur að gaggrina mig ef þú var dóttir sem þólið það ekki vera göllu ljót og hún bara fyrir algjörn mínus þá ertu eiginlega bara ógeðslega heppin að það hafi gerst þannig að þú getur bara farið að vinna þessi í dóttiðinni. En er ekki allir ef þú veist, einhver segir að þú sett ljótur? Nei, sko, að því að þú hlustar ekki viðtalið, náður ekki aðdragandunum að þá þarf ég að taka aðdragandan. Okay. Sko, aðdragandin gekk fyrst og fremst einmitt út á því að eyða stereotypu svona gender pælingunni að stelpur að vera sætar. Já. Af því að þegar við fórum að tala sko, þetta sem ég var að segja við á hann, ég var alltaf að setja kynjagleraugun á stelpurnar og ég var alltaf að segja sko, haldið einhver strákur yrði fúll ef það er sagt að hann er lélegur í körfubolta og það séu bara, þú veist, ég mér að æfa þarna hann yrði svolítið sár. En hvað með stelpurnar, heldur að þær eru minna sárar eða kallar lélegur í körfubolta og þá sögðu þær, já, ég hugsa það og ég sagði, akkur er það og við erum búin að tala um það og þá segja, en hvað, yfir hverju verða stelpurnar sárar? Það er allt spurningar og það segja, ef hann er kallið ljót ég segi, já, er það ekki skrítið? Ljót fyrir hvern? Hver er það sem ákveður hvort út ljót? Því að nefið er eitthvað skrítið eða hvað? Þú veist, hvað er að vera ljótur? Og, en hvað með það ef þú ert bara vond manneskja? Já. Er öllum saman það? Er sæta stelpan eða sem er, þú veist, alveg eitruð og ömuleg, þú veist, þú veist, er hún rosa sátt bara því að hún er almennt álitin vera sæt, en við erum að tala fullt af svona hlutum. Og svo sagði ég við þær, hvað myndu þið segja ef einhver myndi koma til og segja bara að þú ert ljót? Mér er sko alveg sama, sagði einhverjar. Ég sagði bara, ok, eigum að testa það? Langar ykkur að pröfa það? Og sérðu, ég er alltaf að vinna með geðsræðinga þeirra. Pældi hvað ég geggja, ég geta farið inn á körfuboltavöll og ekki bara þjálfað vitundina, heldur þjálfa emotional responses sem kemur. Þetta grínast. Allar stelpur eru að vera hjá mér. Sendið allar stelpur tímin. Og ég horfi í kamerun og segja bara, það er bara, við erum bara með æfingaplanið á athenabasketball.com allar stelpur að koma í Athena.
Já, þú ert ekki að fara að hætta það? Sko, ég að fara að hætta þessari, að eiga frumkvæði þessari baráttu. Ok. Þú veist, ég þarf bara svolítið að fara núna meira í bara svona almennt þetta að vera að valdefla bara fólk eins og ég alltaf að gera. Og en ég þarf að klára sættir á móti ljótum. Já. Svo bara ég ætla ekki að skilja þið eftir þarna. Nei. Og bara ég er að reyna að sjarma allar konurnar sem að horfa á þig. Já. Þannig að það hætti að hata mig. Sko, þá það þannig að svo sem sagt fórum við á æfinguna sjálfa og þá segi ég alltaf, já, nú ætlum við að skipta í ljótara móti sætum. Og svo tek ég náttúrulega dóttir mína, þannig að þær færi svona fengið aðeins svona, já, það er eitthvað, þú eru að gefa þeim sko kredit og bera virðingu fyrir því að þær sé ekki heimskar. Það geta séð gegnum alls konar hluti og fattað alls konar. Og stelpunum fannst svo gaman, þær elskuðu hvað ég kom fram með þar af mikilli virðingu og eins og það væri fullorðnar og það bara þú bara setur krakkana í þannig skó og bara vaksa því í skóna bara á no time. Já. Við erum að vanmeta börn endalust. Anyway, og svo bara, þú veist, var þeim drullu sama og þá gæti maður að fara að segja eitthvað, já, Sigga þú kemur, hún er alltaf eftir að fara í tannréttingu og jú, hún er eitthvað að byrja í tannréttingunni og hver finnst ykkur sætari systrónum? Er ekkert verið að segja að þú setur sætari systir eitthvað svona og það er bara, já, minnst það verið hún, já, akkur, já, nefið á henni skrítið og eitthvað og svo var þessu hendin og svo fóra þær í sikkura körfuna átt að fara að spila og strax á fyrstu æfingunni þá var bara, koma svo ljótar þú veist og svo byrjaði að spila og það voru alls konar komment sem voru eitthvað bara svona, já, hvað er þetta ljótar takk ykkur og eitthvað og svo tókum við þetta aftur ég held að við bara tekið þetta 3 sinnum og svo tókum við þetta aftur og þá var liðað hans öðru vísi og þá fannst þeim þetta geggjað þá var þetta rosalega komið og svo kom ein stelpan einhvern veginn tíminu og sagði, heyrðu, amma er að fara að mæta á æfingu og sækja mig, ertu til í að skipta í ljótara móti sætum fyrir framan hana, hún á eftir að missa það því að hún er svona gamaldags pældi í þessu þá eru þær farnar að analysa umhverju sitt sko, og það komið púki í það sko, og langar að testa gildismæti hjá ömmunni ögra smá sko. Hvernig brást amman við? Hún alveg misti það en svo var það svo áhugavert sko, að því að svo þegar hún sá hvað þær voru til í þetta og svo held ég að sko, minningin er þannig að dóttirinn hafi farið aðeins og snemma og við erum að stríða þér amma og eitthvað svona, hún var við erum meiru prakkarinn, ég var alveg að missa en ég veit ekkert hvað þau hafi síðan rætt ef þau fóru heim sko. En svo náttúrulega því að amman var náttúrulega bara, hún var bara að hugsa sko, hvernig eru stelpunar að taka þessu svo þegar stelpunar tóku þessu vel þá var það greinlega það sem að skipti hana einu máli og það var líka það sem var alltaf svo fyndið sko með foreldrana því ég var að þjálfa ég var alltaf að gera alls konar hluti sem voru svona out of the box og fóreldrarnir alltaf bara, svo horfðu foreldrarnir og stelpunar og svo bara, já, ok, þær eru með þetta já, þær skilja þetta ekkert eðlilegt uppeldi á þessum stelpum en það er alveg samt sko að því þú segir að þú veist, það er eitthvað í stelpum í dag sérstaklega og hefur kannski alltaf verið að þetta skiptir rosa miklu máli að vera sæt. Skiptir öllu máli. Þú veist, en það skiptir stráka ekki svona miklu máli. Ég get ekki ljótara móti sætum sko, þetta er ekki einu svona fyndið. Nei, þetta er einhvern veginn allt öðruvísi, við erum allt öðruvísi einhvern veginn, það skiptir bara öllu máli einhvern veginn, það er rosa miklu máli. Þú veist, stelpur, já, mér veist það. Já, bara, þú veist, TikTok og Instagram og eitthvað og þú veist, það er þessi fullkomnun sem að stelpur er alltaf að leita eftir. Ég veit ekki alveg... Nei, þetta er bara hlutverkið, skilur við, menn það er ekkert langt síðan að þær voru bara giftar, þú veist, og þú veist, og þetta er bara einhvern veginn, þú veist, þú vilt að kæristæðin sé bara meðfærileg og sætt. Já. Og svo þetta er bara, er það vittlust eða? Þú veist, það er alltaf svona... Þetta er bara þannig. Já, þetta er svolítið þannig. Ég bara, maður er líka að sé það sko eins og með stráka eða, þú veist, maðurinn minn og, þú veist, menn tala allt öðruvísi. Þú veist, bara feitur og eitthvað og þú veist, það er ekkert máli. Ef einhver vinkona mín væri bara eitthvað að geta úr feit, þá væri ég alveg bara að fokka þér. Þú veist, það er þú að kommenta á það, skilur, það er einhvern veginn allt öðruvísi. Ég veit það, og svo er bara, svo ertu bara glæpa vættur fyrir þetta.
Og það einmitt, það var einhver sem sagði, held að það hefði verið Hafrún, þarna, aðdáandið þinn. Hún talaði einhver... Það number one. Já, hún talaði einhver hefði verið bara í áfallastreitu eftir þig. Ég held að verið hún. Já, sko, það er mjög áhugavert að ræða það. Sko, það sem er áhugavert í þessu það hefur aldrei neitt stíð fram. Nei. Og sagt, hér er krakki sem er í einhverju meðferð eða whatever. Og það byrjaði eiginlega þannig að sko, það hefur átt að cancela mér nokkuð oft. Já. Og ég man eftir mómenti þar sem að við erum hérna farin í IR og þetta er hérna eftir að þjálfarnir senda út yfirlýsingu að þá gerist eins og gerist í dag, þá opnaði svona algjörst skotleyfi á mig. Já. Og þá býða heitirarnir með mjög skipulaðar aðgerðir. Og það var einn mamman sem átti stelpu sem var með kvíða. Sem að, þú veist, þetta eru pet project hjá mér, kvíðaböld. Þú veist, bara, ef þú vilt nördsnæpa mig og bara að ég hafi hug minn allan við eitthvað, þá kemur með kvíðaböld á æfingu. Það er bara ekkert sem að mér finnst meira skemmtilegt. Já. Og þetta er semst, mamman er ekki að fara eftir fyrirmælum frá mér. Ég bara segja, ef ég á að taka hana, þá verða ákveðin hlutir að vera til staðar. Já. Og svo gerist það það kemur eitthvað svona altercation, það sem að mamman er ekki að standa sig eitthvað og dóttirinn er eitthvað, allar ekki að vera með á æfingunin, er með þegar mamman er að koma inn og svo hleypur henni burtu grátandi og mamman kemur og segir hann út og búin að skemma allt og eitthvað og ég bara, býtu, hún getur ekki bara hoppað inn og eitthvað og ég nú, að sko vandamáli hjá henni var sko að hún var annarkvæmt að gefa rosalega eftir eða þá hún var rosalega hörð. Já. En það var ekkert consistency. Nei. Þannig að stelpan bara svona var rosa ringluð og svona reiða einhvern veginn á vaðið með það bara, hún var alltaf að reyna að stýra aðstæðanum. Já. Þau þurfa svolítið að finna það sko að þau hafi ekkert val í aðstæðum sem við foreldrarnir vitum að þau geta sem þess að díla við. Það er bara svolítið önnur pæling sem að þarf að útskýra bara seinna. Og svo hjólaði hann í mig fyrir framan einhverja foreldra og hún á kvíðabarn sem að er bara á bugl og svo er stelpan hennar þarna og ég sem sagt hreyti út í mér fyrir framan þarna einhverja foreldra þegar hún er að ráðast á mig þarna og ég segi bara, á einhverjum tímapunkti þá þarfst þú bara að fara að taka á bara börnunum. Já. Og þetta var bara nótið þess að þessi kona hefur hatað mig í 8 ár þegar hún var niðurlega, hún sagði, já, þú veist ekki um hennan sjúkdóm kvíða. Ég sagði, á sjúkdómsvæða kvíðan líka. Og þannig að hún tók enga ábyrgð á þessum aðstæðum. Svo þegar ég kom í Stjörnuna, þá hatar formaður Stjörnunar mig svo mikið, sko, að hann fær þessa konu til liðs við sig. Þau senda einhverjar rosa skrýtnar og ég er sem að gera það bara opinbert bráðum. Já. Brefið sem að þau sem sagt, senda inn til dagblaðsins. Og þetta var nú ekkit rosalega gróft sko, en ég var bara svo mikið skítseiði. Það var aldrei beint talað eitthvað sem ég hefði gert alveg bara pjúra, en ég var bara svo ömulugu gaur og svona, og þetta dagblaðið sendi mér greinina og segir, þetta verður forsíðu frétt fyrir 8 árum síðan. Já. Og ég sagði bara, shit. Og þá tók ég ákvörðun. Og ákvörðun var svona, ég læt aldrei beygja mig. Og ég fór að hugsa, mun einhver koma og bara saka mig að vera pedofíll. Þú veist bara, hvað er næst? Já. Þannig að ég er undir þetta allt búinn og ég get ekki gefist upp eða, að því að pældi í þessu. Ég er ennþá að þjálfa og það er búið að reyna að cancela mér aftur og aftur og aftur og aftur. Já. Hversu mikil rugludallur á ég að vera að nenna þessu? Þú veist, þannig að fréttin kemur og þegar foreldrarnir heyra þetta að þá fara þau að hafa samband við dagblaðið og segja, ok, ef hún kemur þetta, þá þarf að ræða þetta frá öllum hliðum. Við vorum á staðnum, sáum hvað gerist. Þá sendi blaðamaður mér á föstudegi áður en þetta koma til laugardegi, herðu, hún hefur dregið allt tilbaka og fréttin og henni er missaga og dagblaðið sagði, okkur er ekki stætt á að byrta fréttina. Og ég var bara svona,
I'll be damn. Og svo fer hérna formaður Stjörnunar á þeim tíma í rógferð þar sem að hann var sjálfur að hringi í fólk sem var að læka eitthvað sem við vorum að gera og segi, ef þú ert að læka þetta henni á Brynjari, leið mér að senda þér þessa grein. Þannig að þá var þetta bara farið í svona face to face hérna campaign. Já. Þetta var svo ótrúlegt að upplifa þetta. Þetta er bara einhelti. Já, þú veist, þetta er bara, ég veit ekki hvað þetta er. Nei. Og þetta er bara einhver maður sem að ég var búin að vera að móðga fyrir það eitt að vera formaður Stjörnunar og hafa staðið sig afburða illa, stelpu mig. Já. Þannig að ég er greinlega, fólk ber svo mikla virðingu fyrir mér að þegar ég mæti og gagnrýni fólk, að þá líður fólki bara eins og bara páin í Róm eða eitthvað hafi gagnrýndi og þú ætlar bara að cancela honum. Þetta er bara hatur sem fer að stað. Og þá eru foreldrar sem þurftu til dæmis að fara inn hjá Stjörnunni og biðja að þið færi fram lögreglurannsókn sem náttúrulega meikaði ekkert sens vegna þess að Stjarnan var svo oft búin að þurfa að líta inn í mína hegðun þegar ég var sakaður eitthvað og það var aldrei neitt. Þannig ef ég hefði verið tekin þá var Stjarnan líka sögótt af því að það var búið að kvarta og þau eru búin að fara yfir þetta. Þannig að þá eru þeir í þessu og þá svona þagnar þetta. Já. Og ég er alltaf að pæla í fólki sem er að reyna að taka þessa baráttu eða eitthvað svoleiðis og lætur beigjast undir þessu ógnarvaldi sem að til dæmis bara þessi háværi minnihluti sem svífst einskis á samfélagsmiðlum einhvern veginn hefur. Já. Það er bara svoleiðis. Já, og ef ég ætla að fara að því að hetjurnar mínar eru fólk sem að var í jafnréttisbaráttu og lét berja sig Þannig að ég til að fara alla leið. Það er bara gott að fólk viti það, bara go ahead, make my day En það segir alveg ýmislegt að þú veist, eins og þú segir, það er búið að reyna að cancela þér alveg bara oft og mörgu sinnum en þú ert alltaf með hennan hóp með þér Kvöldið. Ég er svo mikil kvöldleiðtogi nefnilega. Sem þú ert búin að heila þó. Og nú er bara komið 100 litlar stelpur og komin upp í Austurberg og fyrrandi leikmenn og Þú er bara að heila þú allt þetta fólk. Já, ég bara heila þau alla. Passaði bara. Já, ég finn fyrir þessu. Nei, tjók. Ok, og þú ætlar að fara að hætta í þessari baráttu. Já, ég ætla ekki að hafa frumkvæðinni. Ok. Hvað ertu þá að pæli að fara að gera? Ég þarf svona aðeins að endurskoða þetta. Ég er náttúrulega, mér langar óbáslega til þess að koma að þennu í þannig stand að þessi gildi sem við erum að keyra á lifi og verði betri helst án mín. Þú veist. Og við erum líka með olnbogabarnið, bara gamla hverfi mitt, 111 og bara svona breiðholtið þarna og það sem er eiginlega dálítið magna er það þessi valdeflingar pælingar á rosa vel við líka í þessu hverfi. Já. Þetta er eiginlega bara nákvæmlega sama meðalið sem þarf að dissa það nút af því að allt gengur út á auka virðið sitt. Fyrir utan þurfa bara allir krakkar að fá tækifæri á að vera alin vel upp og þú veist, fá að kynnast aga og einhver sem bara hefur áhuga á því að þú veist, ala upp leiðtoga framtíðarinnar því að það er það sem að krakkarnir mínir verða og ég hef bara séð þetta alls konar jólasveinar maður sem komið inn bara í einhverju vandraðar dúttarskiluru sem eru bara ekki bara nýtir þjóðfélagsegnar þetta eru bara lítirar ég hef gert því svo mörg ár og bara svo fólk viti það mér er drullu sama körfubolta við gæti ekki verið meira sama það Mér finnst þetta ómerkilegt í eitt og sér. Drullu ómerkilegt. Já. Hvað, þú talaði ráðan að Margrét Pála, þetta er svolítið svona það sem hún er að gera með hjallastefnunni, eða ekki? Er að valdefla stelpur? Ég get ekki betur séð annað, og það þarf bara að endurhafa stelpunar þegar þú komnar inn 6 ára. Það þú ert bara að byrja þar, kenna þeim að öskra. Ég var boðið að horfa á í Laufásborg, hvað var í gangi þar? Strákarnir sátu, horfðu í augun á hverju öðrum og sagði, þú ert fallegur vinur minn.
skilurðu, Já. þú veist, og bara svona fá þá inn í þetta og þetta fannst mér mjög áhugavert og hérna og ég þarf að fá aðeins meir í skóla þar í því þegar ég finn næst í strákana ég finnst þetta mjög gott Já. og hérna, og svo með stelpunar þá er í skotbolta og það er þetta dundra í hver aðra og öskra og svo koma þær fyrir framann kennarann og hérna hlupu fyrir framann kennarann og öskruði ég er sterk og svona, þú veist og þetta er svona fundamental og svo bara þú ert komin í hérna aðinu, þá ertu bara komin á fullorðinslevelið og ég er að fá stelpur sko sem eru alveg bara 23 til 27 ára og það þarf bara svolítið að koma þeim í svolítið form í þessu öllu. Já, þetta er nefnilega ennþá svolítið ríkt í okkur sko. Þetta er rosalega þykkt. Þú veist, þetta er ekkert eitthvað, þú veist, fólk heldur að sé bara að það sé búið, þetta er bara alls ekkert búið. Þessi svona valdefling kvenna, skilur þú veist, það er, það er í ríkisstjórn núna konur og svona, en Ég ætla að segja eitt sko, að því að hérna að því ég held að þetta er alveg, þú veist, ef við tökum bara stráka og stelpur, þá er þetta bara þannig að sko stiganum er hallað á mismöndi veggi stráka og stelpu megin og ég held að mér finnst hjallastafnan vera spot on með svona það sem ég sé ég bara byggja þetta á því sem ég hef séð og strákar þurfa ekkert síður valdeflingu, það bara er í aðeins öðru og það bara vill hann til að núna er ég ekki í stráka boltanum ég er ekki í stráka geiminu og hérna þannig að það eru svo margir sko sem að byrja strax að hugsa eitthvað, já, hvað með strákana skilur, þeir eru að verða út undan í alls konar hlutum þannig að þetta er bara almenn valdefling og ég veit ekki akkur ég ætti að vera að beita mismunandi aðferðum sko stráka og stelpu megin nema þegar að stelpa, því ég hef líka alveg verið með stráka sem að þurfa að taka plás og svo er ég, þú veist, það er alveg þar líka og svo er ég með stelpur sem að koma inn og eru algjört skass og drottni yfir öllu og dominate allt og það þarf stundum að róa þá niður eins og þarf oftar að gera stráka megin og eitthvað svona sko. En þetta snýst bara dálítið fyrir mér að ef þú ætlar að vera svarhæfi í þínu lífi þá þarft að hafa allt spektrumið þú þarft að geta verið mjög bara sammála, diplomatísk, agreeable og svo þarft að geta verið grjóthörð og þú þarft að geta valið, þannig að ef þú getur ekki valið þá ert ekki responsible, þá ert ekki svarhæf og þetta er grunnurinn af því ef þú ætlar að drottna yfir geðshræringum þínum þannig að það þarf að fara með og það kemur enginn félagsfræðingur og segir bara það eru bara önnur gildi stelpu megin og þú veist bara það eru gildi íþróttana sem skipta máli þetta er frekju íþrótt þá getur þú komið með eitthvað gildi inn sem bara er ekkert í takt við greinina sjálfa hvað ætlar þú bara að tapa þá og hvað ef það kemur síðan bara einhverju valtar yfir ekki verið að velja körfubolta þá ekki velja þær körfubolta það ert ekki til í að átta þig á því út á hvað það gengur. Myndirðu vilja fara að vera með einhver svona námskeið til að valdefla stelpur utan körfubolta? Sko, ég var ég er með námskeið, það er körfuboltaþjálfunin og ég er ekki hlynntur því að setja stelpur niður í kennslustofu þar sem að booksmart stelpan sem glósar í 3 litum mætir og er bara með alla fræðin á hreinu en engin viðbröð í aðstæðanum þess vegna er aðþennan svo mikilvæg en það sem ég væri til í að gera að því að mér veist allt er svona yfirleitt mjög súrt þegar verið að senda til dæmis kvíðabörn til sálfræðinga ég nægis ekki alltaf hvað er verið að senda kvíðabörnin í sálfræðing hvernig verið að senda fucking foreldrana í sálfræðing Heldur að það sé málið? Það er málið. Já, að þetta er alveg upp í þeim. Já. Þetta er bara erðarsynd og download og það er my clinical observation á þessu. Og ég er með hörku prógram fyrir fullorðið fólk, sko. Já. Og fyrir þá í uppeldis?
Sko, prógramið mitt svona leiðtogaþjálfun, en málið bara að það er svo stór partur í leiðtogaþjálfunum sem uppeldi og ég sé eiginlega engan mun á því að valdefla börnin mín eða valdefla starfsfólki mitt eða valdefla sjálfan mig eða eitthvað. Þetta er allt sögum prinsipin. Þetta er mjög áhugaverð, sko, við vorum að tala um hugræna atferlismeðferð til dæmis, sem er svona ein besta alternative leiðin til þess að rífa upp krakka og fólk úr kvíða. En málið er bara að hugræna atferlismeðferð í raun og veru bara eitthvað sem allir ætti að vera að taka. Þú veist, þú tekur þetta ekki bara því þú ert í skuld og ætlar að borga upp yfirdráttiðinn, þú gerir þetta líka og ætlar að vera moldrík, sko, emotionally. Já. Þannig að við ættum öll að vera í einhvers konar hugræni atferlismeðferð og við eigum öll að vera að fara út úr komfortzónunu, ekki bara þegar við erum í fóbíu, þetta er líka bara til þess að geta stíð inn í það sem að okkur líkar ekki við inn í samfélaginu okkar og átt okkur til dæmis á því hverju okkur er treyst fyrir, sko. Þannig að við skiljum ekki sviðið eftir fyrir eitthvað siðblinda geðsjúklinga, sko. Þegar það er miklu meira vandamli. Ég hef engar áhyggjur af siðblindaliðinu, ég er bara áhyggjur af liðinu sem er með samviskuna en er duglust og gerir ekkert í því. Hvað myndir þú vilja segja við þá sem að hafa verið að gagnrýna þig og þær, þú veist, þá sem eru að hlusta, sem eru bara, viti ekki alveg fyrir hvað stendur? Fyrsta lagi er bara þakklæti í huga, vegna þess að þau eru að gefa mér ákveðið plattform sem ég annars fengi ekki, af því að, þú veist, það þarf myrkur og ljós í þetta, það er ákveðið kontrast í þessu, sko. Svo er náttúrulega bara annað að það er að ég er alltaf að skora á fólk að ræða við mig, það er bara málið. Ekkert af því fólki sem gagnrýnir mig, ekki einn einasti hefur áhuga á að hitta mig eða tala við mig. Ekki einn einasti. Þurfum að koma því í kring. Það væri sko lausnin. Það er nefnilega, mér finnst það mjög áhugavert þegar að fólk er einmitt bara brjálað við lyklaborðið sitt og svo bara ertu til í að tala við mig. Ég heyrði þegar einmitt segja að sem að ég hef líka tilengað mér að ef ég get ekki sagt það framan í þig þá er ég ekki að fara að segja þetta þig, skilur. Og það er það sem að ég reyna að gera svolítið á ég kommenta rosalega lítið og er ekkert eitthvað, því ef ég byrja að rífa kjaftingstar að þá er maður komið hnútin í magan alveg bara, það var einhver að kommenta tilbaka þannig að ég er bara einhvern veginn, ég sleppi í frekar en ég les fullt að skýta sjálf mig, þú veist, alveg oft, sko. En já, mér finnst það Hvernig líður þér þá? Mér er eiginlega alveg sama. Já, ok. Sko, þú veist, núna, þegar ég byrjaði þá var ég lítil í mér og grét út af einhvern sem sagði það væri bara hálfvittar eða hvaða heilalausa lið væri með hennan vef og svona eitthvað. Mér mikið kommenta á vefin hjá mér, sko. Núna er ég bara eitthvað svona, mér er alveg sama. Þú veist, mér er alveg sama. Af því að ég veit bara, þú veist, og mest af þessu er eitthvað fólk sem er ekki eins og með sitt rétta nafn eða mynd, skilur við. Það er einhver margir að núti sem eru bara með sér aðgang til þess að vera leiðileg við aðra, sko. Það er bara ákveðin einhver geðsjúkdómi sem á eftir að greina, held ég, sko. En mér er alveg sama. Mér gæti eiginlega ekki verið meira sama. Þú veist, ef að fólk er bara líður illa og þarf að tala um mig, þá bara, það er bara þannig. En mér finnst svona, ég held að það væri alveg gott að, þú veist, að ræða hlutina, þú veist. Já, hugsaði til dæmis að því að nú er ég gagnrýndur af til dæmis bara fólki inn í fræðasamfélaginu. Hvað er betri vettfangur heldur en að ræða svona mál heldur en í háskóla umhverfi eða inn í einhverju menntastofnunum eitthvað. Þú veist, hvað fasismi er þetta? Þetta er alveg, þetta er bara eins og eins og konan sagði, þetta er bara red flag. Já, þetta er red flag. Mér finnst að, ég held að við þurfum að koma því í kring að þú ræðir þetta við einhvern sem hefur mikla skoðanir. Hverjir eru svona aðal gagnrýnendur þínir? Sko, þetta er nú bara verða ágætis listi, sko. Já. Það er náttúrulega, það er Hafrún og það er Víðir og svo er það Halldórsson. Viðar, já. Og svo er það svo er allt einu formaður gólsambandsins Hulda sem var félag kvenna í atvinnulífinu. Hún allt einu stökk fram og hringdi í mig og sagði mér ég ætti að fara í reiðistjórnun.
og og hún er alltaf systir Bjarneyjar sem er brjáluð sko, Já, já. þannig að Römm er svo taug Mhm. og svo er bara eitthvað fólk sem að ég er bara búin að gleyma sko, sem að var svona daldið upphafli í þessu, svo það er náttúrulega að fá bara alla stjórnina hjá Íþróttasambandi Íslands, það verður mjög gaman ef einhver kæmi þar, Já. en ég myndi líka vilja bara ræða við þau bara eineltis stefnu sem sagt innan þeirra hóps, því að önnur eins geðveiki hef ég bara ekki séð, ég næð þessu ekki. Nei. Þetta er bara botlaust einelti Já. og ég er búin að ég bað fund með forseta ISI þar sem að hann er bara að segja við mig já þetta ég var að fara eftir einhverjum upplýsingum og kynnti mér ekki málið og sama tíma er allt logandi í MeToo málum hjá KKÍ og hann er bara kissandi og knúsandi formanninn þar og mætir svo til að bara singula mig út til þess að segja þurfa að stoppa mig og sko mér er svo drullu sama þó ég verði stoppaður þú veist, en mér er ekki sama þess að þau eru mikið hroki, þau eru mikið fílabistur þau eru ekkert að pæla í hvað afleiðingar þetta hefur. Nei. En hvernig væri að drullast til þess að kynna sér þetta þannig að þú væri ekki að sabotæsa tækifæri fyrir einhverjum krökkum uppbyttir þú veist, þetta er svo ógeðslega sloppi þú veist, já, og svo eru bara að fara á neti og finna eitthvað sem réttur húnna ritturum og bara komið og tölum saman hleypum ástin inn í þetta skilir, í samræðum. Já, en já, þetta er búið að vera mjög áhugavert og gaman að fá þig. Takk. Og kannski getum við fengið einhver til þess að koma og ræða málin sem að er á öndverði með því. Já, Takk fyrir. gangið vel með það. Takk fyrir. Takk.